Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartalega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 223 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglóardóttir, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Magnús Smári Snorrason, Davíð Sigurðsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Finnbogi Leifsson og sú sem hér talar Lilja Björg Ágústsdóttir sem einnig stýrir fundi. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri og Flosi Sigurðsson sviðsstjóri sem einnig ritar fundargerð. Forseti óskar í upphafi eftir að fá bætin tveimur málum á dagskrá með afbrigðum. Það umsókn samstarfssamninga vegna hátíða fyrir föstudaginn dimma og leggja fram fundargerð velferðarnefndar sem féll til eftir að dagskrá var send út. Eru þeir liðir númer 4 og 27 á fundadagskrá og bið ég þá fulltrúa sem að samþykkja þessa breytingu vinsamlegast að gefa merki. Breytingin á dagskrá er samþykkt samhliða. En þá göngum við til dagskrár. Á fundardagskrá eru að þessu sinni 30 liðir og við byrjum að vanda á skýrslu sveitarstjóra og ég gef því Þórdísi Sif orðið. Forseti, sveitarstjórnar fólk og aðrir áheyrendur. Já, skýrsla sveitarstjóra er svohljóðandi í dag þar sem ég ætla að fara yfir þau verkefni sem hafa verið á döfinni undanfarið og þau verkefni sem við erum að leggja áherslu á og sjáum fyrir okkur verði á döfinni næstu daga. Á byggðarráðsfundi í síðustu viku var kynnt úttekt KPMG á framkvæmdum við grunnskólann í Borgarnesi og verkferill til framkvæmda framtíðarinnar sem unnin var af okkur í stjórnsýslunni. Þetta verður til umræðu á eftir á fundinum en langaði aðeins að fara yfir þetta þar sem það var á síðasta ári lagt til á byggðarráði að farið yrði í þetta hlutlausa mat eða hlutlausa úttekt á umræddum framkvæmdum til þess að hægt verið að draga lærdóm af því verklagi sem þar hafði verið viðhaft. Og þetta er tekið út í skýrslunni hjá KPMG og þar koma fram annmarkar og vinnulagi og eftirliti stjórnsýslunar á framkvæmdinni. Nú þegar er búið að gera úrbætur á vinnulagi og höfum við núna settum við núna fyrir á síðustu viku drög að nýjum verkferli sem samþykkt var hjá byggðarráði að yrði byrjað að vinna út frá bara strax. Þannig að með þessum verkferli er settur skýr rammi utan framkvæmdir frá upphafi til enda, hlutverk, ábyrgð og eftirlit allra aðila betur skilgreint. Þá langar mig að segja ykkur aðeins frá framkvæmdunum en við byrjuðum að undirbúa framkvæmdir ársins og á áætlun næstu ára eru framkvæmdir við grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og við ákváðum á síðasta byggðarráðsfundi að stofna byggingarnefnd og skipa fólk í byggingarnefnd grunnskóla byggingarinnar og erum við nú að vinna tillögur að erindisbréfi þar sem þessi ábyrgð og hlutverk nefndarinnar verður enn frekar skilgreindur í samræmi við verkferilinn. Í þetta verkefni leggjum við til og stendur til að ráða verkefnastjóra sem mun halda utanum það og bera ábyrgð á eftirfylgni þess. Við höfum fundað aðeins varðandi, það er að segja sveitarstjóri hefur fundað með formanni starfshóps íþróttamannvirki og erum við að skoða næstu skref varðandi þau verkefni en það eru áætlaðir töluverðir fjármunir í íþróttamannvirki á árinu í fjárhagsáætlun og verða umræður teknar það á næsta byggðarráðsfundi. Undirbúningur fyrir biðskili er í gangi og það er ánægjulegt að segja frá því að ungmennaráð komi sína sín á biðskilin og gott að sjá að ungmennaráðið farið að starfa og það er bara mikil kraftur og vilji og geta og skemmtilegt að heyra frá þessu ungmennaráði. Ég á eftir að mun hitta þau og fara yfir ákveðna fundarstjórn og fundaritun og fundarsköp með þeim sem verður örugglega bara mjög ánægjulegt. Undirbúning hönnunar gatnagerðar er hafin. Við gerum ráð fyrir að
farið verið útboð á framkvæmdum við Ráðhúsið á Digranesgötu 2 á komandi vikum, en hönnun, svona loka hönnun fyrir útboð að berast í hús. Í síðustu viku var haldinn vinnufundur sveitarstjórnarfulltrúa, nefndarmanna í skipulags- og bygginganefnd og starfsmanna sem koma að skipulags- og byggingamálum. Og dagskrá fundarins var svona fjórþætt. Við ræddum niðurstöðu rannsóknar á elsta hluta Borgarness sem gengur undir heitinu Smoothies, það var verkefni sem á alþjóða eða allan hérna í Evrópustyrt verkefni sem okkur var boðið að taka þátt í fyrra og ákveðum að taka þátt í. Það sem verið að skoða skipulagsmál bæja, lítilla og meðalstóra bæja út frá sagnfræðilegum, sálfræðilegum, skipulagslegum og arkitektalegum forsendum. Og ég held að við getum öll verið sammála það var mjög áhugavert að fá hana vingil inn í þennan vinnufund og sjá svona sagnfræðilega uppbyggingu Borgarness sem kaupstaðar og svo svona hvar eru svona helstu svona áherslupunktar sem við þurfum að taka í skipulagsmálum og þetta verður eitthvað sem við höldum áfram að rýna og ætlum okkar að nýta þetta eða svona líta til þess að þegar við förum í aðalskipulagsvinna sem á að hefjast á árinu. Næsta dagskrá voru umræður framtíðarskipulag í Brákarey og þeim möguleikum sem væru varðandi skipulagsvinnu Brákareyjar og það voru svona mjög góður umræður sem fóru þar fram og ákveðið að taka málið á dagskrá á næsta byggðarráðsfundi þar sem við ætlum svona að leggja til eða þar sem verður lagt til hvaða út frá hverju verður unnið í svona á næstu vikum. Við erum, vegna þess að ég að tala Brákarey, þá erum við núna að vinna að samningu við 2 félagasamtök leigu á öðru húsnæði heldur en í Brákarey fyrir þau sem voru þar að leigja og við erum líka að gera reglur styrki til félagasamtaka sem höfðu áður verið leigjendur í húsnæðinu með það í huga ef þau eru að setja upp nýja aðstöðu að taka svona smá þátt í þeirri uppsetningu. Þriðja málið á dagskrá vinnufundarins var fjölgun íbúðarhúsnæðis í Borgarnesi og við ræddum náttúrulega líka fjölgun íbúðarhúsnæðis annars staðar í sveitarfélaginu. Við erum náttúrulega á leiðinni Gatnagerði á Hvanneyri og það ákveðin skipulagsmál þar. Við þurfum að skoða frekari uppbyggingu þar. Það var rætt meðal annars uppbyggingu á Mýrunum og svo erum við náttúrulega með Varmaland og aðra staði sem eru svona, og Kleppjárnsreyki, aðra staði sem við þurfum að líta til hvernig ætlum við að bjóða upp á lóðir á þeim stöðum. En já, það var litið til svona út frá greiningu starfsmanna, pláss til íbúðaþéttingar í Borgarnesi og svona möguleika fyrir nýja íbúðabyggð. Fundarmenn voru sammála að skoða nýja íbúðabyggð þar sem væri gert ráð fyrir miklum fjölda fasteigna. En þetta mál verður líka tekið fyrir á byggðar á næsta fundi. Við vorum svona að fá drög að hugmyndum að nýrri götu eða svona framlengingu á götu. Það sem svæði sem borgarbyggð á í Borgarnesi. Þetta bara glóðvolgar myndir sem ég var aðeins að kíkja á áðan en þetta náttúrulega eitthvað sem á eftir að vinnast áfram. En síðasta mál á dagskrá var upplýsingagjöf starfsmanna skipulagsfulltrúa til fundarmanna stöðu skipulagsmála sem eru vinnslu á vegum sveitarfélagsins og þetta svona bara verkefni sem eru mörg verkefni sem eru að klárast það sem eru að koma bæði íbúðalóðir og atvinnuhúsalóðir inn til úthlutunar. Í næstu viku verður stofnuð húsnæði sjálfseignarstofnun fyrir landsbyggðina þar sem sveitarfélög og landsbyggðin eru að taka sig saman að stofna húsnæði sjálfseignarstofnun og markmiðið með verkefninu er að auka hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri almennra íbúða utan höfuðborgarsvæðisins. Það er svolítið svona stórt að stofna eina húsnæði sjálfseignarstofnun í hverju sveitarfélagi þar sem eru kannski mjög fáar almennar íbúðir. En almennar íbúðir eru íbúðir sem eru styrktar af HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, fyrir þá sem eru tekjulágir og eignalágir.
en svona hugað að því að þetta sé framtíða leiguhúsnæði og þó svo að tekjunar aukist þá getur fengið að vera áfram í húsnæðinu. Ferðamálaráð Vesturlands var stofnað á fundi SSVAF í febrúar-janúar með það hlutverk að vera að vinna að stefnumótun fyrir uppbyggingu ferðamála, kynningar og markaðsstarf á Vesturlandi og á að hafa svona heildar yfirsýn yfir fjölþætt verkefni ferðaþjónustunnar og hvaða áherslur skuli lagðar fram. Og ég trúi því að með þessi ferðamálaráði aukist upplýsingagjöf á milli aðila sem koma að þessum verkefnum á Vesturlandi og að við getum, það verði ennþá betra samstarf sveitarfélagsins meðal annars við þá áfangastöðstofu og markaðsstofu. Umhverfis- og framkvæmdadeild að skoða hvernig við getum uppfyllt ný lög hollustahætti og mengunarvarnir sem varðar meðhöndlun úrgangs og það að íbúar greiði fyrir sorp eftir þyngd. Þessi breyting á að taka gildi 1. janúar 2023, þannig að við þurfum að vinna vel að því. Við erum jafnframt að skoða hvernig við ætlum að verða við breytingum á barnaverndarlögum umdæmisráð og svona aðra barnaverndarþjónustu. Við erum að vinna að mikilli fræðslu til starfsmanna stjórnsýslunnar sem einn af þessum þáttum sem við ákveðum að fara af stað með eftir að við tókum út stjórnsýsluna hjá okkur, sáum hvar vantaði betri skilning og betri skilvirkni og þetta verkferðlan eitt af því og svo svona fræðsla bæði fundarritanir og skipulag funda, undirbúning fundar dagskrár og svo ætlum við að fara í námskeið á næstunni fræðslu í stjórnsýslurétti sem að varðar stjórnsýslu ákvarðanir sveitarfélagsins. Þannig að þetta bara virkilega spennandi. Síðustu mánuði hef ég tekið á móti erindi frá grunnskólanemyndum og leikskólanemyndum, fékk fyrir rétt í kringum áramótin frá grunnskólanemyndum Grunnskólans Borgarfjarðar á Kleppjárnseggjum þar sem þau voru óska eftir betri aðstöðu á leikvellinum og ég veit að skólastjórinn hefur orðið við hluta því og ég á eftir að svara því formulega hvernig við vinnum það áfram og í morgun kom heimsókn elstu deildar og Uglukletts óvænt til minn í Ráðhúsið sem var mjög gaman að taka á móti þeim. Og þau voru líka með ákveðnar hugmyndir hvernig þau geti nýtt einkunnir betur til útikennslu og annað og það svo gaman að sjá að þessi nemendur komi og óski eftir að taka þátt í að gera samfélagið sitt betra og hvað það sem að þau vilja bæta í sínu nærumhverfi enda eigum við að reyna að ýta undir það að þau séu þáttakendur í okkar samfélagi. Og ég vona svo sannlega til þess að við getum komið til móts við nemendur með einhverju móti og ég alveg þegar farin að setja verkefni af stað. Þessa dagana unnið að skólastefnu sveitarfélagsins, það verið að klára viðtöl við nemendur grunnskólana og starfsfólk grunnskóla og leikskóla og klárast svo vinna núna í febrúar. Síðan eru áætlaðir tiltekni fundir með foreldrum að hluta og svo opnir íbúafundir eða opin íbúafundur. Þannig að skólastefnan sem búið að vera í vinnslu núna í nokkra mánuði, hún á lokastigum. Og mér heyrist þetta að vera bara mjög vöndu vinna sem að þeir eru að gera og standa fyrir og fræðslunefndin alltaf fer fyrir í þessu og sviðstjóri fjölskyldusviðs hlaði verið potturinn og pannan ásamt okkar ráðgjafa í þessu. Að síðustu ætla ég bara að nefna að við erum í samtal við Skorradalshrepp þá þjónustu sem Borgarbyggð að veita Skorradalshrepp en samningurinn við þá gilti út árið 2020. Þeir voru framlengdir munnlega fram á árið 2021 og ég held að við séum öll sammála því að við ætlum að leggja áherslu á að ljúka samningaviðræðum í þessu mánuði og vonandi leysist það bara á farsælan hátt en við þurfum passa okkur að við séum ekki að borga með, við þurfum að passa upp á okkar skattfé og okkar íbúa. Þannig að annað var það ekki.
Takk fyrir þessa yfirferð Þórdís. Það er greinlegt að mikið að vera í sveitarfélaginu eins og svo oft áður. En þá vindum við okkur strax í dagskrálið 2. Hann ber heiti Fundir sveitastjórnar 2022 og þar er lögð fram tillaga sveitastjóra að fundur sveitastjórnar sem alla jafna á að vera haldinn annan fimmtudag í hverju mánuði skuli í apríl haldinn miðvikudaginn 13. apríl 2022 í staðinn fyrir þá 14. apríl sem er skírdagur að þessu sinni. En forseti gefur orðið laust þessa tillögu sveitastjóra. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þessa tilhögun vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 3 og þar er að ræða afgreiðslu byggðaráðs frá 500, fundi númer 585. Þar leggur ráðið til við sveitastjórn að samþykkja að veittur verði 50% afsláttur af gatnagerðargjöldum og 100% afsláttur af lóðagjöldum vegna atvinnuhúsalóða í Borgarbyggð og að afslátturinn gildi til loka árs 2022. Og kannski aðeins nánar forsöguna af þessum lið að þá höfum við verið með síðustu 2 árin sambærilega afslætti og þá bæði á íbúðar og atvinnuhúsnæði og það hefur gengið ansi vel að úthluta lóðum á grundvelli meðal annars þessa afsláttafyrirkomulags og það er eindreginn vilji til þess að reyna að styðja við þann áhuga sem hefur komið fram síðustu vikur á atvinnuhúsalóðum og er þetta svona viðleitni til þess að halda áfram með þessa afslætti. En að því sögðu þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef það er einhverju fulltrúar sem vilja kveða sig hljóðs. Davíð hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég ætla bara að þakka kærlega fyrir að byggðaráði fyrir að hafa tekið vel í þessa tillögu að drífa það af að koma þessum afslætti á og fleira var ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sig hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitastjórn samþykkir að veita 50% afslátt af gatnagerðargjöldum og 100% afslátt af lóðagjöldum vegna atvinnuhúsalóða í Borgarbyggð til loka árs 2022. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 4 á fundadagskrá sem er annar þeirra leiða sem bættist við. Hann ber heiti umsókn samstarfssamninga vegna hátíða og föstudagurinn dimmi og er númer 21-12-127. Þar er að ræða afgreiðslu atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar þar sem nefndin eða byggðarráð raunverulega leggur til við sveitastjórn að samþykkja samstarfssamning milli Borgarbyggðar og hátíðarinnar föstudagsins dimma sem undirritaður hefur verið með fyrirvarum samþykki sveitastjórnar. Umsókn hátíðarhaldara uppfyllir skilyrði reglna samstarfssamninga vegna hátíða og gert er ráð fyrir fjármögnun og fjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Að því sögðu gef ég orðið laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitastjórn samþykkir framlagðan samstarfssamning milli Borgarbyggðar og hátíðarinnar föstudagsins dimma og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá erum við komin á dagskrálið 5. Hann ber heiti Húsnæðismál Ráðhússins og er númer 190956. Það er ekki mjög lýsandi heiti á þessum titli því þetta snýr raunverulega að gamla Ráðhúsinu og er svona kannski angi af því máli. Sölun á því, en það er allavega að ræða afgreiðslu frá fundi byggðaráðs númer 586 en þar leggur byggðaráð til við sveitastjórn að samþykkja kaupsamning á Borgarbyggð 14 til Steðja fjárfestinga EHF. Kaupverð fasteignarinnar er 60 milljónir króna og afhending fasteignarinnar á tímabilinu 1. febrúar til 1. mars 2022 og húsnæðið hefur að hluta til verið afhent en forseti gefur orðið laust. Það hefur nú komið til umræðu áður og verið samþykkt tilboð og fleira þannig að þetta er svo sem ekkert nýtt á nálinni.
og bara verið að klára að ganga frá þessari sölu. En það enginn sem kveður svo hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagan kaupsamning Borgarbraut 14 til steðja fjárfestinga EHF. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá komin að lið 6, stofnfundur húsnæði sjálfseignarstofnunar fyrir landsbyggð 15. febrúar og númer 22.02.004. Þar var tekið fyrir á fundi byggðarráðs númer 587 erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga og var sveitarstjóra falið að mæta til stofnfundar fyrir hönd Borgarbyggðar. Sveitarstjóri leggur í framhaldinu til að sveitarstjórn samþykki að vera stofnandi í fyrirhugaðri húsnæði sjálfseignarstofnun og að lagt verði til 100.000 krónur í stofnfé. Enn fremur lagt til að sveitarstjóra verði falið að taka þátt í stofnfundi fyrirhugaðrar húsnæði sjálfseignarstofnunar og undirrita stofnskjöl fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vera stofnandi að fyrirhugaðri húsnæði sjálfseignarstofnun. Samþykkt að leggja fram 100.000 krónur í stofnfé. Sveitarstjóra falið að taka þátt í stofnfundi fyrirhugaðar húsnæði sjálfseignarstofnunar og undirrita stofnskjöl fyrir hönd sveitarfélagsins. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá komin að dagskrárlið 7, þar að ræða stofnun lögbýlis eða óskum umsókn vegna umsóknar og liður númer 22.01.033. Þar var á 30. fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar tekin fyrir beiðni umsókn sveitarfélagsins fyrirhugaða stofnun lögbýlis á jörðinni Kaldármelar, dagsett 6. janúar 2022. Bókun 30. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar hljóðaði með eftirfarandi hætti að umsóknin sé í samræmi við staðfesta aðalskipulag og uppfylli skilyrði 18. greinar jarðalaga. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd gerir ekki athugasemdir í stofnun lögbýlisins en telur æskilegt að föst búseta fylgi stofnun þess. Og nefndin veiti jákvæða umsögn umsóknina og leggur það ákvörðun fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Forseti gefur orðið laust þennan lið og hefur sveitarstjóri beðið orðið. Gjör svo vel. Já, forseti, við þurfum aðeins að laga bókunna, tillögur á bókunni og ég held að við komum bara fram með þá tillögu eftir augnablik. Ég ekki alveg með á hreinu nákvæmlega hvað það að laga, en það þarf að breyta bókunni út af nýjum upplýsingum sem hafa komið fram í málinu. En það á ekki hafa áhrif á afgreiðsluna þó. Takk fyrir þetta, Þórdís. Forseti leggur til breytingu á fundardagskrá. Að við tökum það bara fyrir lið 8 á fundardagskrá núna og færum hinn liðin aftar. Þannig að verði hægt að leggja fram lagfærða bókun og ég bið þá fundarmenn sem samþykkja breytingu á dagskrá vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá tekin fyrir liður 8, söfnun dýraleyfa 2022 til 2023. Og sá liður númer 22.01.041 og þar að ræða afgreiðslu 30. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar þar sem farið var yfir að verðfyrirspurnir voru sendar 6 aðilum og tilboð bárust frá 4. Lægstbjóðandi var HSS Verktak EHF og umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur í kjölfarið til við sveitarstjórn og sami verði við lægstbjóðanda, sem sagt HSS Verktak EHF. Og svo ákvörðun komin hér fyrir sveitarstjórn í dag og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að sami verði við HSS Verktak EHF vegna söfnunar dýraleyfa.
og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 9. Það aðgerðaáætlun svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2020 og liðurinn númer 2103-045. Það líka að ræða afgreiðslu 30. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar og það fjallað svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs sem tekur til starfsvæðis 4 sorpsamlaga og 32 sveitarfélaga á suðvesturhluta landsins. Tillaga svæðisáætlun var lögð fyrir umhverfis- og landbúnaðarnefnd þann 18. mars 2021 og nefndin leggur til við sveitarstjórn að staðfesta svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs áranna 2022 til 2033 og samþykkt með 4 greiddum atkvæðum inn í þessari nefnd og 1 fulltrúi sat hjá. En allavega þá kemur þessi aðgerðaáætlun hér inn í sveitarstjórn til samþykktar í dag og ég gef orðið laust þennan lið. Væri kannski gott að heyra í nefndarmönnum sem sita í nefndinni svona að reifa kannski aðeins sjónarmið áður en að Halldór og Lóa, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Við erum nú búin að ræða þessa áætlun nokkru sinnum en hún kom til okkar fyrst 2021, í ársbyrjun 2021. En þarna verið að semja eins og komið var inn á. Það eru 4 sorpsamlög sem eru að semja samstarf og þarna verið að staðfesta svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs fyrir þessi 4 svæði og 32 sveitarfélag. Þannig að þetta er mjög stórt verkefni og það verið að semja til 12 ára í senn og það ákveðin áætlun hérna sem fylgir varðandi meðhöndlun úrgangs og stefnu úrgangsforvarnir og hún tekur mið af bara nýjustu lögum og reglugerðum sem hafa verið sett til þess að draga markvisst úr myndun úrgangs og auka endurnotkun og endurnýtingu og við erum bara búin að taka fullan þátt í þessari vinnu í gegnum okkar samlag og þarna líka verið í rauninni að formfesta ákveðina samvinnu milli þessara sorpsamlaga og til að mynda þá allar líkur á því að allur lífrænn úrgangur fari annað til vinnslu heldur en til okkar og verði þar af leiðandi ekki urðaður í fíflholtum eins og hefur verið. Nú þurfa öll sveitarfélög til dæmis að fara að ljúka þeirri vinnu sinni að safna öllum lífrænum úrgangi og innan okkar samlags eru ekki mörg sveitarfélög sem eiga eftir að gera það, en þó 1 og Akraneskaupstaður að fara að ljúka við það núna á næstu misserum. Þetta búið að fara í auglýsingu og búið að kynna þetta áætlunina allt í samræmi við lög umhverfismat áætlana og nú komið í rauninni bara að loka punktinum þar sem að sveitarstjórn staðfestir áætlunina og ég vona að við séum að fara að gera það hér í dag af því ég tel það í rauninni eina vitið að svona sorpsamlög standi saman og vinni saman og við séum ekki öll að leggja út í mikinn kostnað sem það er mjög dýrt að standa í urðun á sorpi og endurvinnslu. En já, ég læt þetta bara duga í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Forseti gefur orðið laust að 9 dagskrárlið 9, aðgerðaáætlun svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlaga svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2022 til 2023. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá ætlum við að taka fyrir lið 7 sem við hoppuðum yfir áðan. Stofnun lögbýlis, óskum umsögn vegna umsóknar
og þar eins og framkom áðan umhverfis- og landbúnaðarnefnd að gefa jákvæða umsögn stofnun þessa lögbýlis. Og ég gef orði laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veitt sé jákvæð umsögn stofnun lögbýlis á jörðinni Kaldármelum samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 10 á fundardagskrá og hann heitir forvarnarmál og númer 13 11 136. Þar að ræða afgreiðslu 123. fundar velferðarnefndar Borgarbyggðar þar sem verið uppfæra forvarnarstefnu Borgarbyggðar í málefnum barna. Það samþykkt í nefndinni og vísað til staðfestingar í sveitarstjórn. Það þessar breytingar. Það væri kannski fínt að fá formann nefndarinnar til að fara stuttlega yfir hvað það sem verið að breyta áður en við samþykkjum breytingarnar formlega. Silja, gjör svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn. Það eru svo sem ekkert neina stórkostlega breytingar sem verið að gera á forvarnarstefnunni. Hann á að uppfæra árlega og núna var verið að uppfæra hann svolítið með tilliti til barnvæns samfélags og kannski aðeins verið að breyta orðlega hvað það varðar en það var ekkert verið að gera neina stórkostlega breytingar að öðru leyti. Takk. Takk fyrir þetta, Silja. Forseti gefur orðið laust. Magnús Smári hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég ætla að taka til máls undir þessum lið forvarnarmálin og fagna því að við séum að uppfæra þessa stefnu og kannski sérstaklega þar sem að verið að leggja áherslu á samráð við ungmennin og orða barnvænt samfélag og það hvernig við erum að stefna í þá átt. Ég veit ekki hvort ég að gera einhverjum ógrykk með því að mér langar eiginlega svolítið til að leggja til. Ég veit ekki hvort það var búið að vísa þessari endurskoðuðu stefnu inn í ungmennaráð. Því eins og kom fram í máli sveitarstjóra hér áðan í skýrslu sveitarstjóra þá ungmennaráð tekið til starfa og við erum öll rosalega ánægð með það. Og það að koma með fínar umsagnir frá því og eitt af því sem við náttúrulega erum að reyna að gera í tengslum við barnvænt samfélagi að setja okkur þessi svokölluðu barnaglerugu en líka bara að fá þau af borðinu í svona og að því að ég hreinlega veit ekki hvort að þetta hafi fengið umfjöllun þar, það allavega ekki í þeim fundagerðum sem liggja fyrir þessum fundi frá ungmennaráði. Það langar mig ósk eftir því að við frestum því að samþykkja stefnuna og óskum eftir að ungmennaráð taki þetta til umfjöllunar og við tekum það inn á næsta fund. Ég held að það myndi ekki hasta neitt á því. Ef einhver getur hins vegar leiðrétt mig að þetta hafi farið fyrir þau þá bara finnst mér sjálfsagt að samþykkja þetta hér. Takk fyrir þetta, Magnús. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fékk þá hefur þessi breyting á reglunum ekki fengið umfjöllun í ungmennaráði. Þannig að það væri tilhýðilegt á þessum tímapunkti að vísa reglunum þar inn til umfjöllunar og taka svo inn á næsta sveitarstjórnarfund ef að formaður nefndarinnar sér ekkert títi fyrirstöðu þar að segja. Þá leggur forseti til að fundurinn samþykkja að vísa þessu máli inn til ungmennaráðs til umsagnar og bið þá fulltrúa sem samþykkja það vinsamlegast að gefa merki. Það samþykkt. Ég glemdi eiginlega ekki að gefa orðið laust. Ef það einhver sem vill tjá sig eitthvað frekar þetta mál þá tækifærið núna. En allavega þá þessu máli vísað til ungmennaráðs og þá erum við
komin að dagskrárlið númer 11. Hann númer 17.09.034 og líka frá 123. fundi velferðarnefndar. Þar voru teknar til umfjöllunar reglur sveitarfélagsins stuðning í húsnæðismálum. Og fyrir fundinum lá tillaga breytingu á lokamálslið 9. greinar reglnanna sem hljómaði svo fyrir breytingar. Að hámark aðstoðar til fyrirframgreiðslu eða tryggingar 2 mánaða leiga. Tillaga breytingu á ákvæðinu eftirfarandi. Hámark aðstoðar til fyrirframgreiðslu tryggingar 3 mánaða leiga. Þannig að þarna verið að breyta úr 2 yfir í 3 mánuði og forseti gefur orðið laust þessa breytingu eða tillögu velferðarnefndar breytingu á reglunum. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að 2. málsgrein 9. greinar reglna sveitarfélagsins sérstakan húsnæðisstuðning verði svohljóðandi. Hámark aðstoðar til fyrirframgreiðslu tryggingar 3 mánaða leiga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja breytingarnar vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 12 og vindum okkur yfir í skipulagsmálin. Þar fyrsta mál Stóri Ás, landnúmer 134513, breyting á deiliskipulagi, frístundabyggð, Ásahverfi og númer 2110.019. Þar að ræða afgreiðslu 34. fundar skipulags- og bygginganefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti gefur orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Guðmundur. Forseti ágætu fundarmenn, hann svo sem bara breytingu í skilmálum að ræða þar sem að breyting á byggingamagni og fer úr eða sem það var breytingartillagan hljómaði þannig það var breyting úr 300 rúmmetrum í 300 fermetra og það var gerð athugasemd við að þetta væri heldur mikil breyting. Það komið til móts við þessar athugasemdir með því að minnka byggingamagni niður í 250 fermetra og nefndin setur ekki athugasemd við þessar breytingar og telur að breytingin geti gengið upp á þessu svæði þar sem að lóðir eru stórar og gróður mikill, þannig að þetta ætti ekki að hafa þannig grændar áhrif. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Orðið laust að 9. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar í Ásahverfi samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Forseti ætlar að benda á bersýnilega innsláttarvillu í bókun fyrri liðar, bara þetta á ekki að breyta neinu fyrir niðurstöðuna en bara fólk sem meðvita það, þar sem við vorum að fjalla svæðisáætlun, að þá hún gerð frá árinu 2022 til 2033, þetta sérst liður 9, en í bókun talað 2022 til 2023 en það að sjálfsögðu átt við 2033 til samræmis við gögn málsins og bókun nefndarinnar, bara svo það sé skýrt. En þá erum við komin að dagskrárlið 13, þar að ræða framkvæmdarleyfi, borun á vinnsluholu eftir heitu vatni í Bæjarsveit, landnúmer 133844 og liðurinn númer 22.01.137. Þar að ræða afgreiðslu 34. fundar skipulags- og bygginganefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkt verði útgáfa framkvæmdarleyfis til Veitna fyrir borun vinnsluholu í landi Hellna í Bæjarsveit. Og ég gef orðið laust
Það enginn sem vill tjá sig framkvæmdaleyfið, þannig að það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis til Veitna OHF fyrir borun vinnsluholu í landi Hellna í Bæjarsveit og felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi. Vakin athygli á að greiða þarf fyrir útgáfu framkvæmdaleyfi samkvæmt gjaldskrá skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komin að dagskrá 14. Urriðarárland, L191286, frístundabyggð F11, breyting á aðalskipulagi og liðurinn númer 2109073. Þar að ræða afgreiðslu 34. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi breyting á landnotkun 12,1 hektari í svæðis í landi Urriðarár samkvæmt 5. greinar jarðarlaga nr. 81/2004. Nefndin leggur einnig til við sveitarstjórn að samþykkt verði til auglýsingar fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins til samræmis við 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Og orðið laust. Dagskrá 14. Það enginn sem kveður sig hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að breyta landnotkun landbúnaðarlands í landi Urriðarár í frístundabyggð þar sem fyrirhuguð áform uppbyggingu frístundabyggðar í umræddu landi mjög hentug til frístundarbyggðar. Samkvæmt aðalskipulagi eru tæpir 2 kílómetrar í næsta góða ræktanlega landbúnaðarland og fyrirhuguð frístundabyggð mun ekki hafa áhrif á það land. Ennfremur eru fyrirhuguð skipulagsáform ekki stærri en þörf krefur. Það 12 hektara svæði skilgreinist sem frístundabyggð með 17 lóðum, vegum og opnum svæðum til útivistar. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt framlagða tillögu til auglýsingar að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga að undangenginni athugun frá Skipulagsstofnun. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að dagskrá 15. Það Urriðarárland, L191286, deiliskipulagstillaga fyrir Klettastíg og Birkistíg og liðurinn númer 2201007. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi í landi Urriðarár til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 28. janúar 2022. Aðalskipulagsbreyting og breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Urriðarár gert samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. greinar skipulagslaga. Og orðið laust. Það enginn sem kveður sig hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að deiliskipulagi í landi Urriðarár til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég bið þá sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin á dagskrálið 16. Það líka Urriðarárland en land númer 191286, breyting á deiliskipulagi og liður númer 2201008. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi breytingatillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Urriðarár til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 28. janúar 2022. Aðalskipulagsbreyting og nýtt deiliskipulag fyrir Klettastíg og Birkistíg verða auglýst samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Og orðið laust. Það enginn sem kveður sig hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða breytingatillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Urriðarár til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá liður 17. Hann ber heiti Húsafell, tillaga breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar frá 2010 til 2022, verslunar- og þjónustusvæði og sá liður númer 2005037. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreinda tillögu til auglýsingar í samræmi við 31. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið laust. Þessa skipulagsbreytingu.
Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framleiða tillögu til breytinga á aðskipulagi Borgarbyggðar í Húsafelli samkvæmt 31. grein skipulagslaga og forseti biður þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Það eru komin að dagskrálið 18. Hann ber heiti Munaðarnes, L134915. Deiliskipulag fyrir Jötnagarðsás 9, 11 og 30 til 40 og liðurinn númer 2201-006. Þar að ræða afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar þar sem hún leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi Jötnagarðsás til auglýsingar að teknu tilliti til athugasemda skipulagsfulltrúa. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 17.12.2021 og málsmeðferð verður samkvæmt 41. greinar skipulagslaga. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að deiliskipulagi Jötnagarðsás til auglýsingar að teknu tilliti til athugasemda skipulagsfulltrúa. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhliða. Þá eru komin að dagskrálið 19. Hann ber heiti Hvanneyri, jarðræktarmiðstöð, breyting á aðalskipulagi og er númer 2101-140. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi breyting á landnotkun 1,9 hektara svæðis í landi Hvanneyrar. Nefndin leggur einnig til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins til samræmis við skipulagslög og undangengin athugun skipulagsstofnunar. Og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að breyta landnotkun landbúnaðarlands á Hvanneyri fyrir jarðræktarmiðstöð LBHÍ. Landi sem ræður er innan skilgreinds þéttbýlis á Hvanneyri, 1,9 hektara flatamáli og ekki skilgreint sem gott ræktanlegt land í gildandi aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022. Stærð svæðisins miðast við áætlaða uppbyggingu. Jafnframt samþykki sveitarstjórn og samþykki framlagða tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 31. greinar skipulagslaga undangengin athugun skipulagsstofnunar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhliða. Þá eru komin að síðasta afgreiðsluliðnum í dag og hann er númer 20 og ber heiti Sólbakki athafnasvæði, breyting á deiliskipulagi og er númer 1903-005. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breyting á deiliskipulagi í Sólbakka til auglýsingar og verður málsmeðferð samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða tillögu að breyting á deiliskipulagi í Sólbakka til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. greinar skipulagslaga. Ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að framlagningu fundargerða og hér verða lagðar fram fyrst 3 fundargerðir byggðaráðs og fyrst undir lið 21 er það fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 585 og gefur forseti orðið laust þessa ágætu fundargerð. Það er greinilega ekki verið mjög merkilegur fundur, það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að við vindum okkur bara yfir í næstu fundargerð. Og það er fundur byggðaráðs Borgarbyggðar númer 586 og orðið laust þá fundargerð. Guðveig hefur beðið orðið, gjör svo vel Guðveig.
Já, forseti og fundamenn. Mér langar til þess að kveða með hljóð sérna undir lið nr. 5 sem ber heiti Grunnskóli Borgarfjarðar, Kleppjárnsreykjadeild, framkvæmdir á skólahúsnæði. Ég lagði fram undir þessum lið bókun á fundinum sem var svohljóðandi. Fulltrúi Framsóknar leggur áherslu á mikilvægi þess að aðbúnaður og húsnæði allra skólabarna sé góður. Það þó gríðarlega mikilvægt að fari sig í samráð og samtal við íbúa skipulag húsnæðismála Grunnskóla Borgarfjarðar til framtíðar áður en ákvörðun lokahönnun og skipulag einna stærstu framkvæmdar innan sveitarfélagsins til næstu ára sé tekin. Og mér langar bara að fylgja aðeins þessari bókun eftir og sérstaklega í ljósi þess að það verið að vinna að skólastefnu fyrir Borgarbyggð. Og það rétt að ítreka það sem áður sagt að það mjög mikilvægt að aðbúnaður allra skólabarna sé mjög góður en það líka mjög mikilvægt að áður en ákvarðanir séu teknar að þær séu vel ígrundaðar og horft sér til framtíðar og það svolítið sérstakt að það sé verið að vinna að þessari framkvæmd áður í rauninni heldur en að skólastefnan komin fram. Og mér langar í ljósi þess að þetta gríðarlega stór framkvæmd. Við höfum þegar fengið skýrslu frá KPMG varðar framkvæmdir við Grunnskóla Borgarnes sem að ég veit að við munum draga lærdóm að og í ljósi þess þá finnst mér sérstaklega mikilvægt að við lítum til sveitarstjórnarlaganna og mér langar til þess að óska eftir því að það sé litið til þessara laga, þetta 66. grein sveitarstjórnarlaganna og ég ætla að lesa hér það sem kemur fram það sem heitir miklar fjárfestingar og skuldbindingar. Áður en sveitarstjórn tekur ákvörðun fjárfestingu, framkvæmd eða aðra skuldbindingu sem nemur hærri fjárhæð en 20% af skatttekjum sveitarfélagsins yfirstandandi reikningsár skylt að gera sérstakt mat á áhrifum hennar á fjárhag sveitarfélagsins. Hér undir falla meðal annars framkvæmdir, fjárfestingar í eignum, samninga þjónustu, sölu og endurleigu fasteigna og fleira. Í mati skal gera grein fyrir kostnaðaráætlun og forsendum hennar, áhrifum á fjárhag sveitarfélags til lengri tíma og áhrifum á rekstrarkostnað sé hann að ræða. Í þeim tilvikum sem fjárfestingu, framkvæmd eða skuldbindingu skipt á fleiri en eitt tímabil eða einingar skal líta ákvörðunina í heild sinni. Og mat skal fara fram og það skal framkvæmt af sérfróðum aðila sem ekki tengdur sveitarfélaginu. Og mér langar bara að benda á þetta í ljósi þess að við að fara að tala um einstaka framkvæmd en við höfum ekki tekið ákvarðanir aðra þættir lúta að rekstri sömu stofnunar. Og ég held að sé bara gríðarlega mikilvægt að því ég veit að það vilji til þess hjá okkur öllum að vanda til verka þegar kemur að framkvæmdu til næstu ára. Ég ætla svo sem ekki að fara að lesa alla þessa klásulu upp úr lögunum þetta, en grundvallaratriðið þetta að við þurfum að taka til greina hver heildarkostnaður framkvæmdarinnar miðað við kostnaðarmat, óháð því á hvað löngu tímabili framkvæmdin gerð. Og samkvæmt lögunum að þá myndi ég halda að þessi framkvæmd falli undir þennan lið. Takk fyrir. Sæl Guðveig. Nei, takk fyrir þetta Guðveig ætlaði ég að segja. En ég gef orðið laust aftur þessa fundargerð byggðarráðs og Magnús Smári hefur gefið merki að vilja koma í pontu.
Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég ætla að taka til liðs undir þessum lið 5 undir fundargerð byggðaráðs. Liður 5 fjallar sem grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjadeild og framkvæmdir á skólahúsnæði. Þar sem er búið að ákveða í rauninni hér að nýta þessa forhönnun sem var farið í, sem byggði á þarfagreiningu sem líka var farið í og svona grunnurinn að þessari hugmynd auk þess sem var komnar fram kostnaðaráætlun og áfangaskipting. Það er rétt sem að Guðveig bendir á að við höfum fengið mjög ítarlega og góða úttekt frá KPMG á framkvæmdum við grunnskólann í Borgarnesi sem að ætti að hjálpa okkur að undirbúa framkvæmdir af þessu tagi, sérstaklega þar sem að verið að horfa til þessarar skýrslu og niðurstöðu hennar við gerð á verkferli í sambandi við framkvæmdir sveitarfélagsins sem nú svona á loka stigum þess að klárast að verða samþykktur sem svona það gagn sem við horfum til. Þannig að ég held að þetta sé bara eitt atriði í viðbót sem að sjálfsögðu þú veist að gert ráð fyrir að með þessa bókun að hér sé farið í það að skrifa erindisbréf fyrir byggingarnefnd sem mun þá starfa með svolítið öðrum hætti heldur en fram til þessa hefur verið gert með byggingarnefndir og við höfum oft rætt hér í þessum sal og öðrum sölum að þurfa að gera. Það er jafnframt fyrir að tala að það sé ráðinn verkefnastjóri, þannig að ég held að í þessu ferli með þennan nýja verkferil að leiðarljósi og skýrslu KPMG framkvæmdina í grunnskólanum í Borgarnesi að þá bara rýnum við það hvort ekki sé tilefni til þess að gera þessar heildarúttekt og við vekja athygli á því að eins og var bent á hérna líka þá erum við að endurskoða skólastefnu sveitarfélagsins þar sem meðal annars verið að rýna hvaða möguleika við höfum upp á að svona gera einhverja breytingar á starfsemi skólana, starfsstöðum eða hvort þörf sé á breytingum eða hvort við höldum óbreyttu fyrirkomulagi. Þannig að ég held að þetta og sú vinna hún bara í fullum gangi og verður komið eins og kom fram hér í skýrslu sveitarstjóra bara fram að mestu þar sem búið að taka samtöl við alla hagsmunaaðila, foreldra, kennara, starfsfólk og fleiri hagsmunaaðila. Sú vinna verður komið fram í mars og ég alveg viss það að hún mun þá nýtast einmitt inn í þessa vinnu ásamt því sem við tökum upp þetta nýja vinnulega og vöndum okkur í þessu. Þannig að já, læt þetta duga. Takk fyrir þetta Magnús. Forseti gefur orðið laust að nýju þessa fundargerð byggðaráðs og hefur Þórdís Sif beðið orðið, gjörðu svo vel Þórdís. Forseti, Guðveig, bara takk fyrir að benda á þetta. Þetta náttúrulega þannig að þetta eitthvað sem okkur skylt að gera og þetta eitt af því sem á að vera inn í okkar verkferli. Þessi úttekt þar að segja samkvæmt 67. grein lagana en það ekki tímabært á þessum tímapunkti. Við þurfum að fara lengra með hönnunina, kostnaðaráætlunina og sjá hvaða hvernig bara verkefnið mun líta út og þegar það komið á þann stað þá förum við í þessa úttekt og það verður alveg pottet gert og það önnur framkvæmd sem við erum að horfa á sama hátt og það náttúrulega varðandi íþróttamannvirkin. Þannig að þetta eru 2 stór verkefni sem við erum að vinna og verðum að passa ferli sé alveg bara samkvæmt sveitarstjórnarlögum og öllum okkar reglum og lögum. Takk fyrir þetta Þórdís og kannski aðeins til að bæta örstutt við að þá skiptir náttúrulega líka máli að ef niðurstaðan verður svo að við erum að fara í 2 stór verkefni á sama tíma þá þarf að horfa á heildarmyndina þegar verið að meta fjárhag sveitarfélagsins og burði til fjárfestinga.
En orðið laust þessa fundargerð byggðaráðs. Davíð hefur beðið orðið, gjör svo vel Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, það er gott að Þórdís nú reyndar búin að svara megninu af því sem ég ætlaði að benda á hérna, en það er bara mjög gott að við, og ég ætla að ítreka það, að þessi úttekt verði gerð áður en að við förum full force af stað í framkvæmdina, því að við mögum ekki gleyma því að við fengum áminningu frá ráðuneytinu út á grunnskólanum í Borgarnesi að þetta hefði ekki verið gert þar. Takk. Takk fyrir þetta Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, telst þá þessi fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar framlögð. Þá eru komin að dagskrárlið 23, það er síðasta fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 587 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð byggðaráðs. Davíð hefur beðið orðið, gjör svo vel Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, mér langar að taka til máls hérna undir lið númer 3, að skýrsla KPMG vegna framkvæmda við grunnskólann í Borgarnesi og ég ætlaði nú bara að leggja fram stutta bókun. Fulltrúar Framsóknarflokksins fagna framkominni skýrslu frá KPMG lítur að greiningu og úttekt og ferli Borgarbyggðar og framkvæmdum við grunnskólann í Borgarnesi. Að ræða vandaða og greinagóða skýrslu sem varpa ljósi á skort á yfirsýn og ábyrgð. Fulltrúar meirihlutans skelltu skollaði við þær athugasemdir sem fulltrúar Framsóknar höfðu bent á í bókunum og á sveitarstjórnarfundum á síðasta ári að verið væri að framkvæma án fjárheimilda. Mikilvægast af öllu að með þessari skýrslu sé dreginn lærdómur ekki síst í ljósi þess að fyrirhugaðar eru stóra framkvæmdir innan sveitarfélagsins næstu ári. Í svari Borgarbyggðar til sveitarstjórnarráðuneytisins í apríl 2021 vegna kvörtunar Guðveigar Lind Eyglóardóttur að þáttum snéru að útboði við hönnun lóðar við grunnskóla Borgarnes, óskar undirritaður eftir því að þær rangfærslur sem koma fram að hálfu Borgarbyggðar í því svari verði lagðar fram í byggðaráði og leiðréttar í bréfi til ráðuneytisins ásamt því að umrædda skýrslu KPMG verði send sem viðbótargagn. Takk. Takk fyrir þetta Davíð. Forseti gefur orðið laust. Að nýju. Það kom ákveðin tillaga fram hjá Davíð sveitarstjórnarfulltrúa að taka málið inn í byggðaráð aftur. Það er kannski bara eitthvað sem er tekið á milli funda eða hvernig það er. Það er kannski ekki bein tillaga sem er afgreidd á þessum fundi þó svo hún komi fram þessi bón að láta taka málið fyrir þar. En að taka fyrir athugasemdir sem komu í einmitt. Það er annað mál. Það er svo sem ekki inn á þessum fundi heldur til umfjöllunar eða afgreiðslu, þannig að það eru þá bara að taka það sér í tengslum við dagskrá byggðaráðs einhvern tímann ef að viljum óska eftir að verði tekið þar fyrir. Leggja það fram í byggðaráði. En allavega orðið laust þessa fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 23 og Magnús Smári hefur beðið orðið. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, ég ætla að taka til máls undir þessum lið 3 í þessari ágætu fundargerð byggðaráðs þar sem verið að fjalla skýrslu KPMG vegna úttektar á framkvæmd við grunnskólann í Borgarnesi og taka undir þar sem þó hefur verið sagt hérna varðandi það að þetta sé vönduð úttekt og
gagnleg fyrir okkur og mikilvægt að við getum lært af henni. Kannski örlítið varðandi þá gagnrýni að hafi verið svona skellt alveg skollaeyrum við viðvörunum sveitarstjórnarfulltrúa. Þá held ég að þessi skýrsla sýni það að sko upplýsingaflæðið og einmitt yfirsýnin sem skorti gerði það verkum að fólk sá ekki á þeim tímapunkti nákvæmlega hvernig staðan var og það er svona eitt af því sem gerir það verkum að þannig var brugðist við. En það er líka ýmislegt annað sem kemur fram í þessari skýrslu eins og það að þetta einmitt þó að þetta vissulega sé brotalöm sem er verið að vísa í varðandi fjárheimildir og eftirfylgd með þeim, að þá sko mjög margir ágallar alveg frá upphafi af verkinu og alveg fram að lokum sem alveg rétt að benda á líka. Að við eigum að læra því að það var ansi margt í þessu ferli sem hefði mátt betur fara. En ég vil meina sem sagt að við sveitarstjórnarfulltrúar og fleiri svonsum hafum ekki haft þessa nógu góðu yfirsýn sem gerir það verkum að þrátt fyrir ákveðna vísbendingar þá var ekki búið að svona sýna fram á það eða staðfesta nógu vel svolítið að hægt væri að rýna í það. En í þessu, eins og ég segi, þá það bara algjörlega mikilvægast að geta hort fram á veginn og geta lært af þessu og ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu. Varðandi svar borgarbyggða við til ráðuneytis þá held ég að sé allt í lagi að ræða það en það kemur þá bara fyrir inn í byggðarráð sem sérstakur liður og við bara rökræðum það þar hvort að þetta ætti að breyta eitthvað þessu svari eða taka það eitthvað til umræðu sérstaklega. Takk fyrir þetta Magnús Smári. Guðveig hefur beðið orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég ætla að halda áfram með þann leið sem hér til umræðu. Mér og okkur það öllum ljóst að fram koma í þessari skýrslu upplýsingar sem sveitarstjórnarfulltrúar hafði ekki á sínu tíma og það svar sem var sent til ráðuneytisins á þessum tíma miðaðist væntanlega við það stórum hluta líka. En ég vil þá segja það að mér finnst það bara að vera ákveðið sanngirnismál fyrir mig persónulega sem sveitarstjórnarfulltrúa að þegar það búið að senda á ráðuneyti svar þar sem verið að hrekja þær umkvartanir sem ég sendi og sérstaklega ljósi þess að mér fannst það vera mjög ámælisvert að nota blaðagrein eftir fyrrverandi starfsmann sveitarfélagsins sem gagn við svari inn í ráðuneytið, þá finnst mér það bara eðlilegt og sjálfsagt mál að sveitarfélagi getið allavega þá sýnt manni þá litlu virðingu að viðurkenna það að þær upplýsingar sem voru veittar ráðuneytinu á þessum tíma voru eins og staðan hefur blasið við okkur dag voru einfaldlega ekki alveg réttar. Og ef fólk ekki sammála því og vill, eins og sagt taka þá umræðu á byggðarráðsfundi hvort að það sé eitthvað réttmætt eða eðlilegt að fjalla það, þá verður bara svo að vera. En ég get eiginlega ekkert annað en staðið hér upp og sagt það að mér finnst þegar það ekki farið með rangt mál og það verið að svara til ráðuneytisins það að maður sé að fara með einhverja fleipur. Það finnst mér alveg eðlilegt að þegar niðurstaðan þessi að minnstakosti leiðrétt að upplýsingarnar hafi ekki verið réttar á þessum tíma þó menn hafi talið sig verið með þær réttar á þessum tíma. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Guðveig. Orðið er laust og hefur Þórdís Sif beðið orðið. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, í niðurstöðu ráðuneytisins við þessa athugun sem að fór fram, og það er náttúrulega hluta til þessi niðurstaða ráðuneytisins ástæðan fyrir því þessari miklu stjórnsýslu vinnu sem hefur verið í, eða hún var náttúrulega hafin áður en að máli fer til umfjöllunar í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu sem að nú er innviðaráðuneytið, en þá voru ákveðnar kvartanir og ábendingar sem hafði borist ráðuneytinu brotalamir í stjórnsýslu skipulags- og mannvirkjasviðs sveitarfélagsins og tóku þau fram að þau væru svona að skoða það hvort að það væri ástæða til að hefja formlega umfjöllun það hvort að sveitarfélagið hafi gætt nægilega vel að eftirlits- og athafnaskyldu sinni. Og ég ætla aðeins að fá að lesa upp úr í rauninni leiðbeiningum á álitum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem að barst sveitarfélaginu í þessu máli og er dagsett 18. ágúst 2021. En það kemur fram, eftirfarandi, í álitinu kemur fram að þessi mat ráðuneytisins að alvarlegir og kerfisbundnir annmarkar hafi verið í stjórnsýslu sveitarfélagsins hvað varðar mannvirkja og skipulagssvið. Og þess og að sveitarstjórn ber skylda til að kynna sér þau mál sem rakin í álitinu og grípa til við þetta aðgerða. Að lokum segir þarna að ráðuneyti muni fylgja eftir áliti þessu og kalla eftir upplýsingum frá sveitarfélaginu í byrjun árs 2022 stöðu þeirra úrbóta sem sveitarfélagið hefur gripið til og mati sveitarstjórnar á því hvort tekist hafi að koma í veg fyrir þessa kerfisbundnu annmarka. Og þannig að það sem að við munum gera í þessu er náttúrulega að sýna fram á þær breytingar sem við höfum gert. Þær breytingar sem við höfum gert á skipulags- og mannvirkjasviðinu sem heitir náttúrulega núna annars vegar skipulags- og byggingadeild og hins vegar umhverfis- og framkvæmdadeild og þessar breyttu áherslur. Það sem að varðar erindi fráfarandi sviðsstjóra þá var tekið fyrir í þessu bréfi sveitarfélagsins að það væri bara svona litið til þessara greina til hliðsjónar en það var ekki verið að nota þau sem rök en mögulega hefur það miðskilist í þessu bréfi að það væri nota sem rök að þetta væri heilagur sannleikur sem að væri þar fram að færa. En þarna var hann ekki lengur starfandi sviðsstjóri og var talið svona að það væri rétt að koma fram þessum sjónarmiðum í þessu bréfi þó svo þetta var ekki rök sveitarfélagsins fyrir því hvernig málefnið var. En ég get svarað þessu betur á eftir ef að vilja er til. En takk fyrir. Takk fyrir þessa útskýringu Þórdís. Þetta kannski skýrir aðeins betur hvar málið er statt og hvers vegna við viljum láta ræða það inn í byggðaráði frekar heldur en hér. Sérstaklega þar sem þetta er ekki til raunverulega, þetta er ekki á dagskrá þessa fundar, nákvæmlega þetta svar eða þessi afgreiðsla ráðuneytisins. Hér erum við að fjalla skýrslu KPMG, úttektarskýrslu sem var óskað eftir að frumkvæði sveitarfélagsins og kannski svo ég tjái mig aðeins undir þessum lið líka, þessum þriðja lið á nei, þetta er afsakið 5. liður. Nei, fyrirgefið, þetta er 3. liður, þannig að það var rétt að fyrra sinni. En ég fagna bara þessari úttekt og ég fagna því að okkur hafi, að við byggðaráð hafi ákveðið að fara í þessa vinnu á sín tíma og láta bara taka þessa framkvæmd út frá A til Ö og reyna að læra af öllum núansum sem komu upp á leiðinni. Það var alveg ljóst að þegar það var farið í þessa vegferð fyrir ansi mörgum árum síðan að þá var verkið mun minna heldur en það svo endaði. Það hefur ansi margt bæst við og það voru alls konar áskorunar sem komu upp í tengslum við eldra húsnæði sem þurfti að taka afstöðu til á leiðinni og
KPMG fór vel ofan í saumana á þessu öllu saman og við notum þetta sem svona ákveðið case til þess að læra af þessu og til þess að útbúa verkferil eins og sveitarstjóri kom inn á hérna áðan til þess að, og raunverulega erum við að stíga skref sem mörg önnur sveitarfélög hafa ekki ennþá stigið í þeirri vegferð að reyna að halda betur utan stóra framkvæmdir með því að setja svona ítarlega verkferla svo að við vitum nákvæmlega hvert næsta skref byggt á því hvernig framkvæmdin við erum í. Ég held að það er hægt að rekja annmarkana sem komu fram í niðurstöðukafla KPMG alveg aftur til upphafs framkvæmdana. Það voru ekki mörg okkar í sveitarstjórn þegar þetta verkefni fór á stað og ég held að við þurfum bara öll sem sitjum hér að axla okkar hluta ábyrgðarinnar á þessari framkvæmd og að læra af henni, af því það er okkar hlutverk. Það borgar sig ekki að benda fingrum hvort á annað og hver ber ábyrgð og hver sagði hvað og hver vildi gera hvað. Það hreinlega bara skiptir ekki máli á þessum tímapunkti. Það sem skiptir máli að þessi úttekt var framkvæmd, það er komin niðurstaða, við vitum sirka hvað fór úrskeiðis og við erum búin að bregðast við. Við lögðum fram mjög ítarlegan verkferil þar sem þetta kemur fram svart á hvítu og nú er það okkar að vinna úr því og mín afstaða er svo að við eigum að horfa fram á við eigum að gera hennar verkferil flottan, við eigum að tala fyrir honum, við erum að raunverulega, eins og ég kom inn á hann svolítið að stíga ótrúlega slóðir í þessu, en sveitarstjórinn fór meðal hans og skoðaði hvernig væri staða þessu í öðrum sveitarfélögum og það er ekki mörg sveitarfélög sem eru komin með álíka tæki til að vinna eftir í framkvæmdum. En ég gef orðið laust. Halldór Lóa, við biðjum ekki að svel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Það er mjög gott að taka þessa umræðu hér því eins og komið hefur verið inn á þá er þetta mál sem á rætur sínar að rekja ansi langt aftur og það sem ég skipta mestu máli er að við sem hér sitjum og komandi sveitarstjórnir að við drögum einhvern lærdóm að þessu og að við skiljum eftir okkur verkferil sem nú þegar er búið að setja hérna fram til þess að koma í veg fyrir að svona hlutir gerist aftur. Ástæða þess að þetta verkefni fer í rauninni ekki nægilega vel vegna óljósra verkferla og óljósra bara óljósra ábyrgðar aðila sem að verkefninu komu. Bygginganefnd var ekki einu sinni með erindisbréf. Þannig að ég held að það besta sem að gerist núna eftir að vera búin að fá þessa ítarlegu skýrslu og ítarlega yfirferð frá okkar endurskoðendum er það sem að við í rauninni nákvæmlega byrjuð að gera núna. Búin að leggja fram verkferil sem á sér bara enga hliðstæðu hjá öðrum sveitarfélögum eftir því sem við komumst næst. Og bara horfa til framtíðar. Við erum að fara núna inn í 2 stórar framkvæmdir á næstunni og það sem skiptir mestu máli er að við mátum okkur vel inn í þessa verkferla, að við skoðum hlutina jafnóðum og við vinnum þá, að við sjáum hvort það er eitthvað, því að þessi verkferlar eru náttúrulega ekkert meitlaðir í stein og við eigum alveg örugglega áfram eftir að læra af þeim, að þá skiptir líka máli að við nýtum þessi tækifæri sem framundan eru og ekki bara í þessum stóru verkefnum sem við erum að fara af stað í, heldur líka í minni verkefnum og við berum þá saman við minni verkefni sem við höfum jafnvel þegar unnið og ég veit að stjórnsýslan er að skoða þessa hluti fyrir okkur. En mér langar í rauninni bara ítreka bókunina sem kom fram á byggðaraði og fylgja henni aðeins eftir og leggja fram hérna eftirfarandi bókun
Á síðasta ári þá lagði byggðarráð til að farið yrði í hlutlausa úttekt á ferli og eftirliti með framkvæmdum við húsnæði grunnskólans í Borgarnesi og var KPMG ráðið í verkið eftir að niðurstaða fékkst að loka kostnaðartölur á verkefninu. Úttektarskýrslan liggur nú fyrir og ljóst að annmarkar voru á vinnulagi og eftirliti stjórnsýslunnar allt frá upphæð framkvæmdar árið 2014 sem undið hafa upp á sig. Með skýrslunni kemur skýrt fram hvaða atriði það voru sem fóru úrskeiðis við framkvæmdina og telur sveitarfélagi nauðsynlegt að gera úrbætur á því ferli sem hefur verið við framkvæmdir. Nú þegar hefur verið lagður fram verkferill til að ganga úr skugga að vinnubrögð sem þessi hendi ekki og að komandi sveitarstjórnir hafi verkferill til að vinna út frá. Ég vil líka ítreka það, bæði út frá okkur sem hér sitjum, að við komum frá mjög mismunandi hlutum, mismunandi þekkingu inn í þessa sveitarstjórn. Og við þurfum að passa upp á að eftir okkur liggi þekking fyrir komandi sveitarstjórnir. Og þetta séu ferlar sem eru ítrekað endurskoðaðir. Og það búið að gera gríðarlegar endurbætur á þessu. Og á síðasta sveitarstjórnarfundi tókum við fyrir gæðahandbók og þar inni eru 85 verkferlar. Eða ekki? Já. Sem búið að endurskoða eða skrifa alveg frá byrjun. Þannig að ég held að sé mikil bragarbót og mikil vinna búin að eiga sér stað inn í stjórnsýslun okkar sem gerir það vonandi verkum að við erum að fara að horfa fram á bara góð vinnubrögð í okkar góða sveitarfélagi. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Orðið lausta nýju Guðveig hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég hér eins og aðrir að kveða með hljóðsundi lið nr. 3 sem heitir Grunnskólinn í Borgarnesi úttekt á framkvæmd. Mér langar bara að ítreka það að þessi skýrsla KPMG í rauninni bara eitt svona mikilvægasta gagn sem hefur unnið fyrir sveitarfélagið, eitt mikilvægasta frá upphafi vil ég bara segja og eins og ég hef sagt áður að þá varpar hún náttúrulega líka ákveðnu ljósi á það að við höfum ekki farið í svona stóra framkvæmdir eins og Grunnskóla Borgarnes áður og hún verður mjög mikilvægt gagn fyrir næstu sveitarstjórnir og við drögum mikið lærdóm af því og ég bara jafn ánægð með þessa skýrslu eins og allir aðrir þátt fyrir að það komi fram í henni ákveðnir þættir sem eru náttúrulega ekki nógu góðir. En ég langar bara að segja það að það má ekki vera þannig. Við erum að fjalla þessa skýrslu í fyrsta skipti á fundi sveitarstjórnar að menn fari í einhverja vörn og skammist yfir því að við séum að líta í baksýnisspegilinn. Auðvitað er það bara eðlilegt að maður fái að minnstakosti að reifa eitthvað sem kemur fram í þessu skýrslu. Það þýðir ekki það að maður sé eitthvað að festast í fortíðinni. Við erum bara að tala þessa skýrslu og lærdóm sem hefur dregið að henni og það samtal sem hefur átt sér stað á tímabilinu. Og það er líka bara nauðsynlegt að fá að gera það. Þannig að mér finnst kannski ekki alveg sanngjarnt að tala að maður sé bara lítið í baksýnisspegilinn þótt að maður sé að í fyrsta og eina skiptið að fjalla þessa skýrslu. Fyrir má nú aldeilis vera að maður má ekki bara nefna hlutina á nafn. Ég veit ekki hvernig væri eðlilegast eða best fyrir ef að maður mætti bara ekki tjá sig neikvætt sem væri í skýrslunni. Er það kannski, þannig sem við viljum hafa? Ég meina við erum náttúrulega skiptast á skoðunum og ræði þessi mál, þannig en auðvitað fyrst og síðast eins og ég segi, við erum að draga lærdóm af þessu. Þessi skýrsla eitt bara mikilvægasta gagn og ég veit að hún verður bæði okkur og starfsmönnum sveitarfélagsins bara mjög mikilvæg handbók til lengri tíma litið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Kannski bara til að bregðast örstutt við þessu. Ég veit ekki hvort að það var ég sem var með einhvern skammartón eða einhver annar, en það var allavega ekki það sem var lagt upp með. En það sem kannski verið að benda á að það samt einhvern veginn
við vorum meiri hlutin ásökuð að skjóta skollaeyrum við og svona ýmislegt sem kom fram hérna í fyrstu framsögu undir þessu máli. Og ég vil bara benda á það að mér finnst við einmitt ekki vera að gera það með því að fá þessa úttekt og láta vinnana verkferil. Þá verið að axla ábyrgð á framkvæmdinni, á ástandinu, á öllu saman. Og það raunverulega það sem ég var að benda á í máli mínu, ekki að skammast yfir einu en einu, að mér finnst bara mjög mikilvægt að það komi fram að þetta tekur yfir mörg ár. Þetta eru margir ferlar, þetta eru margar byggingarnefndir, þetta fleiri en ein sveitastjórn og málið ekki bara svona einfalt. En við erum þá allavega öll sammála það að þetta var gæfuspor að þessi skýrsla komin fram og höldum áfram að útfæra og vinna verkferilin okkar svo að næstu 2 framkvæmdir sem við erum að fara í bara núna handa við hornið að þær verði vonandi bara unnar upp á punkt og prik samkvæmt nýju verkferlunum. En að því sögðu gef ég orðið laust að nýju. Magnús Már, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti og ágæta sveitastjórn. Ég hérna svo sammála því að hérna svona efnisleg umræða einstök atriði í þessari skýrslu eru þetta af henni góða. Og þú veist kannski, hvort sem það var með skammartón eða ekki, þú veist, viðbröðin við því að vera svona kannski við svona einum punkti í þessari skýrslu sem var svona kannski vísað í að þá bregst maður við í einhvers konar vörn að útskýra þá hlið sem var dregin sérstaklega fram. En eins og hefur komið fram þá þetta í rauninni ferli sem hefst bara 2014 og það alltaf að ræða það. Þar bara strax verða sko í undirbúningi ágallar, við tökum til dæmis eins og það óskýrt erindisbréf byggingarnefndar. Við erum með örar breytingar í byggingarnefnd. Við erum í upphafi ekki með verkefnastjóra eða eftirlitsmann. Það eru örar mannabreytingar á skipulagssviði hjá okkur. Það þú veist, óskýr ábyrgð og hlutverk nefndarinnar. Eftirlitið, þú veist, með tekningum og rýni á þeim var ábótavant. Það kom í ljós, það var ekki í útboðinu ákveðnir hlutar sem voru teknir út fyrir og þurfti að bæta inn seinna. Það hérna óskýrt hver á að halda utan fjármál verkefnisins og það viðbótaverk sem kemur. Er það eftirlitsmaðurinn, er það stjórnsýslan? Það er ekki fylgt nógu vel eftir í fjárfestingaráætlun að þegar að framkvæmd minna á einu ári að það sé tryggt að það sé komið í fjárfestingaráætlun næsta árs. Þannig að það rosalega, það eru margir punktar í þessu sem gera það verkum að það eru ágallar á þessu. Vissulega það rétt að hérna þá sérstaklega misti við ákveðina hérna, sjón af boltanum á þessum tíma sem að vísa í þar sem að var hreinlega ekki gerðir viðaukar á réttum tíma og hérna, það eitt viðbótar sem að má læra þessu. Það í þessum eins verkferill, maður fann orðið svolítið þreyttur á þessu orði, hérna, sem að hefur komið núna út úr þessu, enga síður mikilvægt að það hefur verið rætt hérna nokkrum sinnum hvert hlutverk og hvert ætti hlutverk byggingarnefndar að vera. Það verið að taka á því núna og það kannski fréttir tíðindi í þessu að það verið að leggja það til að byggingarnefndir eins og þær hafa verið starfandi frá upphafi til enda verksirunni laðar af. Byggingarnefndir í þessu nýja fyrirkomulagi okkar eiga að starfa fram að því að verkið hefst. Sem ég held að sé mjög mikilvægt vegna þess að það einmitt eitt af þessum stóru punktum í þessu það að það hefur ekki tekist að virkja nefndina eins og hún var hugsuð með þetta mikla ábyrgðarhlutverk. Og við vitum öll að það eiginlega alveg vonlaust að ætlast til þess af byggingarnefnd sem skipuð fulltrúum sem að
eru ekki starfsmenn í rauninu og ekki með almennilega skilgreinda ábyrgð ætlast til þess að þeir haldi utanum þetta og þá að sé hér verið að gagnrýna nefndina þar sem ég hef meðal annars sittið, þá held ég að maður sé alveg óvægt að hrósa samt þeim sem hafa starfað þar, gert marga góða hluti, þannig að það sé sagt. Það líka verið að leggja áherslu á hér út frá þessu að í þegar verið að undirbúa verkefni og svona stóru verkefni, það sé rýnt rosalega vel í alla þætti hönnunar. Það annað sem að koma í ljós hjá okkur að það voru bara ágallar á hönnuninni. Bara töluverðir sem hafa þau áhrif að það er töluvert meiri kostnaður. Þetta eitthvað sem við verðum að læra á og passa betur upp á. Og því miður bara ekki nógu vel haldið utan samninga eða samningagerð sem gerir það verkum að við eigum erfitt með að sækja bætur í þessu. En ég held við ættum samt sem áður að láta það reyna eins og við stundum hefur talað þetta. Þannig að það er rétt, í sammála því að taka efnislega umræðu þetta og við skulum bara halda því áfram. Tökum þetta inn á byggðarráð og ræðum það hvort við hefðum átt að svara einhvern veginn öðruvísi á sínum tíma þegar við erum að svara ráðuneytinu. Það er líka hvort spurning hvort við hefðum átt að spyrja einhvern veginn öðruvísi, hvort að það voru réttmætar spurningar eða svona kannski fullyrðingar sem þar voru, bara spáum í það, þetta vorum við bara á þeim tímapunkti með þessar upplýsingar eins og bendir á. En ég held við ættum að halda áfram að ræða þetta mál, skýrsluna, niðurstöðuna og það sem við erum búin að læra af henni og fá í þessu nýja fyrirkomulagi okkar einmitt til þess að bæði þeir íbúar sem að hlusta á okkur og aðrir að við getum þá skipta út hvað það er sem við erum að læra þessu og hvernig við ætlum að gera þetta öðruvísi og svo bara náttúrulega aðalmálið að gera það öðruvísi. Takk fyrir þetta, Magnús Mári. Orðið er laust að nýju þessa fundargerð byggðarráðs. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá vindum við okkur yfir í 24. lið á fundardagskrá og þar er lögð fram fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi þeirra nefndar númer 30. Og ætlar Halldór og Lóa varaformaður nefndarinnar að fara lauslega yfir þá fundargerð. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, umhverfis- og landbúnaðarnefnd hélt sinn 30. fund í síðasta mánuði og þar var farið yfir ansi víðan völl en það voru 7 mál á dagskrá auk hins hefðbundna lið sem er skýrsla umhverfis- og framkvæmda sviðs. En þeir liðir sem við höfum ekki nú þegar fjallað hér er til að mynda annar liðurinn sem fjallar refa og minkaðingu. En þar kemur fram að taxti til veiðamanna hækkaði 3% á árinu og nefndin samþykkti að fjármagni samkvæmt fjárhagsáætlun verði skipt þannig að greitt verði fyrir 348 refi og 174 mink á árinu. En að sama skapi þá urðu ákveðin straumhvörf á þessu sviði þegar að Sæmundur Snorri ákvaði að hætta að vera okkar refarskytta í Hvítársíðu og því svæði. En við taka Einar Ólafsson og Sigurður Ólafsson við þessu starfi þar. Þá var fjallað landbótasjóð landgræðslunnar og þar voru við enn og aftur að reyna að hvetja aðila til þess að sækja í þennan sjóð en þarna eru þó nokkrir fjármunir sem að bæði bændur og fjallskilanefndir geta sótt í til uppgræðslu og við sjáum það að víða land að þá eru fjallskilasjóðir mjög duglegir að sækja í þennan sjóð og við myndum gjarnan vilja sjá okkar fjallskilanefndir vera duglegri að sækja í sjóðinn og ég vona að einhverjir hafi gert það en ég hef ekki skoðað það eða. Við tókum síðan fyrir söfnun dýraleyfa, við erum reynda búin að samþykkja þennan samning fyrr á þessum sveitarstjórnarfundi en samið var við sama verktaka og sinnt hefur þessu áður enda var hann lægstbjóðandi í verkið.
Þá var farið í innleiðingu, stöðu, það var kynnt staða á verkefninu á innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Farið yfir í rauninni fyrstu skýrsluna sem er komin til umfjöllunar og síðan það aðgerðaráætlunum, svæðisáætlunum meðlum úrgang sem við höfum nú þegar fjallaðum. En það mjög margt sem kemur inn á borð umhverfis og framkvæmda sviðs hjá okkur og þó að janúar og desember hafi mjög mikið farið í uppgjör og fjármál og að klára ýmsa samninga og annað þess slíkt, þá eru fleiri mál eins og það verið að núna að vinna að stofnþykkt og reglugerð hitaveitu Varmalands og ég vona að við fáum það bara mjög fljótlega inn á fund nefndarinnar til þess að hægt verði að ganga frá þeim málum. Síðan kom fram að það hafi verið gerðir tímabundnir samningar við verktaka að sinna viðhaldi ljósastaura en við erum hins vegar að skoða það hvort að við förum hreinlega í útboð með vegagerðinni viðhald allra ljósastaura sem sveitarfélagið á. Síðan þarf að skoða líka götulýsingu við Sóleyjarklatt sem ný gata hérna í Borgarnesi. Við hefum verið að vinna við húsnæðið okkar á Sólbakka þar sem að áhaldahúsið mun verða og vonum að það verði núna bara á allra næstu dögum, kannski komið í framkvæmd. Við vorum að hugsa það svona, nei. Það allavega mjög fljótlega. Síðan fleiri verkefni, það eins og náttúrulega vorum passlega búin að fjalla það að það ekki verið mikið snjómokstur þennan veturinn þegar skall á með snjókomu og hríðarbil og hefur alltaf stytt upp síðan en snjómokstur eftir minni bestu vitund hefur bara gengið ágætlega. Síðan ákveðin svona minni verkefni eins og fuglaskiltin, þau eru komin upp. Það verið að núna gera samning við umsækjenda vegna afþreyingarverkefnis í einkunnum og einkunnanemndin ætlar að fjalla þennan samning og síðan bara svona til upplýsingar þá samþykkt búfjárhald sem búin að fara nokkrar umferðir í gegnum sveitarstjórn. Hún hefur verið birt í stjórnartíðendum og hefur þar með verið tekið lögformlegt gildi. En fleira var það ekki. Ég tekur fyrirspurningum einhverjar eru. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Halldóra. Orðið laust. Fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það enginn sem kveður sig hljóðs og telst hún því fram lögð. Það eru komin að dagskrárlið 25. Það fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar númer 32 og ætlar Magnús Smári að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjör svo vel, Magnús. Takk fyrir það, forseti. Þá geta sveitarstjórn fyrsti liður á dagskrá þessa fundar nefndarinnar var skýrsla samskiptastjóra en þau nýmæli eru að nú starfsmaður nefndarinnar samskiptastjóri fer svona yfir það helsta sem á döfinni fyrir nefndina og það svona mjög gagnlegt og gott en það eru mörg spennandi verkefni á dagskrá. Liður 2 hönnunarstaðall og það var svo sett lögð fram tilboð í hönnun og uppsetningu á hönnunarstaðli fyrir Borgarbyggð. Þetta var í rauninni verðfyrirspurn sem var send á 5 fyrirtæki og það var tilboð frá 4 og það var tilboðið frá Anton og Berg sem var samþykkt að samþykja. Þetta gengur sem sagt út á það að sem sagt samræma allt útlit á öllu efni sem kemur frá Borgarbyggð og gera, halda merkjónum á lofti.
Þriðji liður fyrirtækjaþing en nefndin ákvað í upphafi kjörtímabils að efla samtalið við fyrirtæki í Borgarbyggð og það var haldið ákveðið svona fyrirtækjaþing sem var svo sagt þar sem við áttum gott samtal við fyrirtækinu á svæðinu. Þá vorum við svo lítið að skoða nýsamþykkta nýsamþykkta markastefnumótun fyrir svæðið og áttum gott samtal en það var ákveðið að gera þetta þá kannski svona á 2 ára fresti og þá er komið að því aftur. Við reiknum með að þetta verði mars, byrjun apríl. Það svona hugmyndir að hafa þetta svolítið veglegt og skemmtilegt, reyna svolítið að kannski, stilla upp dagskrá sem að myndi draga að fólk og við hlökkum til að vinna áfram að því en þá það 4. liður, tækifærið og framtíð í atvinnu og íbúaþróun en þá var bara fjallað sem sagt að beiðni eins nefndarmanns að við þyrftum að horfa fastar á það með hvað hætti við erum að horfa á þróun íbúðabyggðar og svona atvinnu tækifæra og það var bara rætt þarna og var svo sem kannski gott innlegg sem kom hér varðandi það hjá sveitarstjóra í upphafi í skýrslu sveitarstjóra þar sem við erum nýbúin að vera sveitarstjórnarfólk og nefndarmenn í skipulagsnefnd að ræða einmitt hvaða framtíða möguleika við eigum varðandi byggingaland og hverfi og annað og það rétt sem hefur verið bent á að við eigum alveg gríðarlegt tækifæri hérna með breyttum samgöngum og vegbótum og það var meðal annars rætt á þeim fundi eins og hefur komið fram hvar getum við komið nýju hverfi, hvernig ætlum við að skipuleggja Brákarey. Við erum að skipuleggja fleiri atvinnulóðir og vonumst til að koma þeim í úthlutun sem fyrst. Þannig að við erum svona við inngangin að held ég nýju tímabili í þessum málum hjá okkur og auðvitað þessi nefnd að fylgjast vel með því þar sem hún kemur að því að huga að því hvernig við kynnum fyrir framtíðar íbúðum og núverandi íbúðum það sem við erum að gera og ekki síður einmitt fyrirtækjunum og stofnunum á svæðinu. 5. liður upplýsingavefur fyrir íbúa. Það eitt af því sem nefndin hefur óskað eftir var að það veri settur svona viðbótar vefur, undirvefur á heimasíðu sveitarfélagsins sem að væri með sérstakur upplýsingavefur þar sem að væri ítarlegar upplýsingar tómstundir og menningu og annað slíkt sem við höfum fyrirmyndir af þessu frá öðrum sveitarfélögum og vorum við sem sagt komin með tilboð frá stefnu í þennan nýja vef og tókum það fyrir og bara gaman að sjá þetta mál halda áfram. Þá tekin fyrir umsókn samstarfssamning vegna hátíða, Reykholtshátíð 2022 og þetta uppfyllir þessi skilyrði sem nefndin hefur sett fyrir slíkum samningum. Ég held að þetta sé mikið svona framfara skref að hafa ákveðið að fara í þessa samninga og ég held að við ættum að halda áfram að gera það og jafnvel útfæra betur. 7. liður og svo losunarbókhald og loftslagsstefna en þetta hérna á dagskrá allra nefnda hér sýnist mér í dag og ég vil nú bara þakka fyrir góða kynningu frá sviðinu og mikilvægt einmitt að fá þetta inn á alla fundi og inn í alla nefndi þar sem að þetta bara heilmikið mál og mér finnst vera að vanda til verka í þessu og held að þetta skipti töluverðu máli. Fleira var það ekki á dagskrá þessa fundar. Takk fyrir þetta Magnús. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Guðveig hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseti og fundamenn. Ég þakka formanni nefndarinnar fyrir góða yfirferð á dagskráni. Mér langaði til þess að spyrjast hérna fyrir varðandi lið númer 4 sem að ber heiti tækifæri og framtíð atvinnu og íbúaþróun, þar sem að kemur fram í bókun nefndarinnar sem sagt mikilvægi þess að kynna þá búsetukost og þjónustu sem til staðar í Borgarbyggð. Og ég bara tek undir þetta og við höfum rætt þetta mikið síðustu árin. Mér langaði bara svona til að forvitnast það hver umræðan hafa verið á fundunum það með hvaða hætti væri best að gera þetta og ég hef svo sem staðið hérna áður og rætt að við getum kannski gert betur í því en það væri bara kannski forvitnilegt að heyra hvernig nefndin sæi fyrir sér að það væri best að fara í kynningu á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Magnús Smári ætlar að koma með örstutt andsvör, svo vel. Já, takk fyrir það, forseti, og takk fyrir fyrirspurnina Guðveig. Nefndin hefur bara lagt fyrir sig stefnu í þessum málum. Við erum með markastefnumótunina sem segir okkur í hvaða röð við ætlum að kynna sveitarfélagið og við höfum verið í rosalega mikilli vinnu við að búa til og taka saman efni fyrir sveitarfélagið. Það er svona sem hægt er að nota í auglýsingaskyni. Við vitum við höfum verið með auglýsingaherferðir á Facebook. Við vorum í fyrra sumar að kynna sveitarfélagið í sjónvarpi, í útvarpi, í blöðum, þú veist, við erum að búa okkur til efni og styrkja ímyndin okkar með þessu sem hefur verið lagt áherslu á. Við vitum það að það var ekki mikið til. Það var ekki hægt að fara á þeim tímapunkt þegar nefndin tekur til starfa og segja hér ætlum við bara að blasta þessu öllu saman út. Það þurfti bara að búa til efnið og hanna það og við erum ennþá í því. Það er búið ákveða í nefndinni að fara í kynningarátak í vor og í sumar eins og hefur áður. Það hefur líka verið fyrir nefndina, þú veist, lagt tillögur eins og kannski Guðveig að vísa til að við þyrftum að vera meira proaktív í því að eiga samtal við fyrirtæki og stofnanir annar staðar í öðrum sveitarfélögum og bjóða þeim aðstöðu eða benda þeim á það hvað er frábært að vera hérna. Það skal ég alveg viðurkenna hefur ekki gengið nógu hratt. Það hefur verið að hluta til ástæða fyrir því er bara staða í skipulagsmálum að við höfum ekki verið með nógu svona konkrét svæði eða lausnir fyrir þessi ákveðnu fyrirtæki og ekki geta þar að leta sagt komið þið hingað og gerið þið þetta. Það er búið að gera miklar svona breytingar á skipulagsmálum á atvinnusvæðunum. Þannig ég held vonandi þegar það er komið auk þess sem hafa verið gerðar miklar uppfærslur og kortasjá og annað sem á að vera svona liður í því að geta kynnt þessi svæðir nýju sem eru framhaldin hjá okkur betur. Svo eru þetta náttúrulega bara það sem snýr að okkur og við erum að gera. Það er skipulagsmálin að opna á fleiri möguleika, þróa ný svæði og þar að leiðandi verður þegar að þar að kemur og við erum búin að sanka okkur efni og búa til flott efni til þess að kynna okkur þá er tækifæri til þess að koma því í loftið. Takk fyrir þetta Magnús Smári. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar? Svo virðist ekki vera, telst hún þá framlögð. En þá erum við komin að fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar nr. 205 og ætla Magnús Smári formaður nefndarinnar að fara yfir fundargerðina. Gjör svo vel Magnús. Takk fyrir það, forseti, ágæta sveitarstjórn. Þetta er hér fyrsti liður á dagskrá eins og því miður aðeins oft COVID-19 staðan í Borgarbyggð. Við fórum aðeins yfir þessum fyrsta lið svona ástandið eins og það hafi verið. Þetta hefur náttúrulega eins og við vitum haft gríðarlega áhrif á skólastarf og það
hafa þurft að nemendur og starfsmenn að takast á við. Það hefur komið fyrir að við hefum þurft að loka deildum eða bekkjum í skamman tíma þegar smit hafa komið upp og stjórnendur hafa það þurft að sinna smitrakningu, en við vitum að þetta hefur nú verið að breytast hratt núna fyrirkomulagið og reglurnar á þessu. Þannig að í rauninni höfum við að mörgu leyti sloppið mjög vel í þessu, en engan síður hefur þetta haft gríðarleg áhrif og verið mikið álag á fólkið okkar og enn á ný þetta sé ástæða til að þakka starfsmönnum skólastofnana fyrir sitt. Annar liður skóladagatöl, leik- og grunnskóla og tónlistarskóla. Við hefum svona undanfarin ár lagt mikil áherslu á það, fræðslunefnd, að það séu samræmt skóladagatöl fyrir grunn- og leikskóla og tónlistarskóla og það hefur gengið nokkuð vel. Það hefur hins vegar verið svona ákveðið ákall innan úr kennarastéttinni aðalega að við svona gefum eitthvað meira svigrúm á þetta, að þau hafi meira umsagnar hlutverk í þessu og það sem gert allavega hér þá er hérna svona lagt til að það sé reynt að samræma þetta eins og hægt að það sé allavega í það minnsta 4 af 5 dögum sem eru sameiginlegir og hérna já, vonandi gengur það. Þá hér 3. liður sem heitir öryggismál í biðskýlum. Þannig var að á fundi byggðarráðs var ákveðið eða var verið að fjalla þá breytingu sem við gerðum á fjárfestingaráætlun þegar við samþykktum fjárhagsáætlun að auka fjármagn í biðskýlin sem við ætlum að endurnýja og byggðarráð var búin að festa að það yrði sett nýtt skýli við Hrafnaklett og svo Dílahæð og bætt lýsing á öðrum skýlum samhliða og þess áttar og við höfum svo sem fjallað þetta áður, en það sem kannski frétt nefnt að við fengum Hrafnhildi Tryggvadóttur deildarstjóri umhverfis- og framkvæmdamála inn á fundinn og hún sagði okkur frá stöðunni, en það bara verið að undirbúa þetta og það svo sem í fullum gangi, en það sem hafði kannski gerst í millitíðinni var að það hafði verið samráð við ungmennaráð. Þannig að þau sem var nú bara gott komið með þá svona ábendingu, ekki bara annars vegar að það kannski eitt skýli þarna við húsasmiðjuna sem mjög lítið notað og spurningin var frá þeim hvort að það væri hægt að færa það og nýta það sem ónýtt skýli og setja annað nýtt, og þar af leiðandi væri við komið með svona fleiri endurnýju skýli. En auk þess hefur við komið ábending frá foreldrum varðandi það væri hugsanlega myndi bæta öryggi meira ef að skýli við Sandvíkina væri endurnýja frekar heldur en Dílahæð. Og það í rauninni fræðslunefnd sem óskar eftir því við byggðarráð að taka þetta upp að nýju, af því að ákvörðun byggðarráð var svo konkrét hvar ætti að setja hvað. Þannig að fræðslunefnd óskar eftir því að þetta sé skoðað með þessar tillögur að leiðarljósi og ég kannski vona að starfsmenn fundarinn hjálpi mér að ef þetta ekki þegar komið á dagskrá byggðarráðs að tryggja að það fari fyrir byggðarráð næst. En við vitum að þetta er svona jákvætt verkefni sem ég vona að við getum komið hratt og vel í gangin. Ég veit það og það voru skilaboðin að þessum nefndafundi að það er verið að undirbúa þetta engu síður. Það ekki verið að breyta hvað í skýli á að panta eða hvað, heldur bara nákvæmlega staðsetningunni. Þá hér fundið 4. lið fjallað losunarbókhald og loftslagsstefnu og enn og aftur þakkir til Hrafnhildar sem búin að kynna þetta í öllum nefndum samviskusamlega, mjög flott plagg. 5. liður skólastefnan og það nú aðeins komið hérna til tals, en við erum í ferli við að endurskoða skólastefnuna. Það búið að eiga samtal við starfsmenn grunnskólana. Það verið að fara að tala við starfsmenn leikskólana. Það hafið samtal við börn, grunnskólabörn í Borgarnesi allavega búið. Við erum að ræða við hagsmunaaðila, áttum fund til dæmis á Bifröst í dag við rektor og nokkra úr framkvæmdastjórn háskólans, þar sem að þeir eiga ákveðna hagsmuna að gæta, því við erum að
að skoða samhliða gerð þessara skólastefnu hvernig samsetningin hjá okkur hvar við erum með starfsstöðvar og hvort og þá hvernig við þurfum að bregðast við þeirri breytingu sem hefur verið á fjölda barna á þeim. Það er bara okkar skylda og mikilvægt að við rýnum í það. Þá er meiningin að eiga samtal við foreldrasamfélagið í Norðurárdal. Það er svona sérstök ósk þar sem þar hafa kannski verið, þar í kring verið mestu breytingarnar á nemendafjölda á starfsstöðunni á Varmalandi en einnig á Hraunborg sem er leikskólinn okkar á Bifröst og þannig að við ætlum svona að heyra hljóðið í því fólki og svo er meiningin að halda íbúafundi skólastefnuna að sjálfsögðu en ræða þá einmitt þessa stöðu og velta fyrir okkur möguleikum. Það var ánægjulegt að heyra því að Ingvar Sigurgeirsson sem er okkar ráðgjafi í þessu hefur verið að fara svolítið á milli skólana og safna fyrir okkur gögnum og eiga samtal að hann hafi orðað því í dag að hann hefði átt alveg magnaðan fund með nemendum í grunnskólanum í Borgarnesi þar sem hann minntist þess ekki áður að hafa átt jákvætt og uppbyggilegt samtal við nemendur skólan þeirra þar sem þau hrósuðu skólanum, sögðu að verkefnin væru fjölbreytt og skemmtileg, að kennararnir væru góðir, að aðstæðan væri góð. Þannig að ég held að sé nú kannski mjög mikilvægt að halda þessu á lofti en auðvitað líka bara fullt af ábendingum sem koma í þessari yfirferð sem ég held við ættum að fá að fara yfir sem erum í sveitastjórn og velta fyrir okkur og eiga svo almennt frekara samtal við starfsfólk og nemendur skólana. Þá það hér liður 6, reglur Borgarbyggðar skólakstur í grunnskóla. Þá var sem sagt farið yfir þær bókanir sem að í rauninni skólanefndir grunnskólans í Borgarnesi og grunnskóla Borgarfjarðar höfðu komið með varðandi tillögur að sem sagt reglum skólakstur og það var lögð áhersla í bóku nefndarinnar að öryggismál séu sett fram á skýran hátt og eins að það sé eins skýrt og mögulegt hvað skólasvæðin eru. Þetta verður tekið aftur fyrir nefndina á næsta fundi en við erum eins og við munum að undirbúa útboð á skólaakstri en það er 7. liður og þar var bara lagt fram til kynningar en byggðarráð búið að ákveða að fara í útboð á skólaakstri. Þá hér 8. liður kynheilbrigði og virkar ofbeldisvarnir en við fengum Klöru Kristinsdóttur, starfsmann á fjölskyldusviðinu og fundin og kynnti innleiðingu Borgarbyggðar á verkefni undir þessum formerkjum og gríðarlega mikilvægt og flott verkefni sem við þurfum að hampa og við vorum nú að fjalla hér forvarnastefnu og þetta er svona eitt innleggið inn í það. 9. liður læsistefna en við erum komin að því að endur skoða hana og erum hafin vinna á því. Það er sem sagt, Steinunn Fjóla Benediktsdóttir sem læsisráðgjafi, hún leiðir þá vinnu. 10. liður endurskoðun og samstarfssamningi Borgarbyggðar og MSB en það hefur verið svona rætt annars slagið síðustu misseri hvort að ekki væri eðlilegt og æskilegt að endurskoða þennan samning sem hefur verið fjölda ára MSB bara með það að leiðarljósi sjá hvernig hann þjónar okkur og hvaða svona kostur og gallar í honum. Við felum þarna á þessum fundi sviðstjóri fjölskyldusvið að koma með tillögur og úrbótum eða breytingum ef einhverjar ætti að vera en ég veit að hann hefur átt samtal við svona forsvarsmenn, framkvæmdastjóra MSB og fleiri forsvarsmenn, núverandi og fyrrverandi svona til þess að byrja með og það verið að rýna þetta. Ég held að þetta gæti verið áhugavert. 11. liður stofnun samráðsvettvangs til þess að leitast við að verja skólahald stóra starf gegn áhrifum COVID-19 en það sem sagt Ásmundur Einar Daðason mennta- og barnamálaráðherra sem hefur startað þessum samráðsvettvangi sem bara jákvætt og gott. Fleira var það ekki.
Takk fyrir þessa yfirferð, Magnús. Orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Það enginn sem kveður sér frekar hljóðs og telst... Jú, Davíð, fyrirgefðu. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, það hérna ein spurning varðandi liði númer 6 og 7. Hérna hugsað að reglur skólaakstur í grunnskóla verði orðnar fullgerðar og kláraðar áður en verður farið í útboð. Það kemur ekki alveg nú skýrt fram fyrst mér. Og hvernig staðan, hvenær komin dagsetning á það hvenær skólaaksturinn verður boðinn út? Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Magnús Smári hefur beðið orðið. Svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Já, spurningin varðandi útboðið. Það gert ráð fyrir það sé svona okkur forseta inn í útboðinu að við séum búin að skilgreina betur skólaaksturssvæðin og með hvað hætti þau verður. Þannig að já, það gert ráð fyrir það verður klárt varðandi hvenar útboðið. Þá ég ekki alveg með dagsetninguna og hreinu, hún allavega var ekki lögð fyrir hér. Það verið að vinna þessu, en ég veit að við höfum ekkert allt of mikinn tíma, sko. Þannig að þetta þarf að ganga. Ég skal bara afla þessara upplýsinga og koma þeim til skila. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Finnbogi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Finnbogi. Forseti, ágæta sveitarstjórn, þetta liður 7 útboð skólaakstri. Byggðarráð fann að boða fela sveitarstjóra að ganga til útboðs. Það kemur ekki fram og kannski ekki viðbúið að ræða hvaða tímabil að tala 4 ár, sem nú svona nokkuð algengt en þó ekki alltaf. Og síðan vildi ég minna á það að ég held að sé alveg vera tímabært að skilir það að skólabílar séu fjórhjóladrifnir. Það sé ekki þessi tilbúnir í álkuna. Og svo spurning hvort að við ætlum að fá, maður ekki hvað heiti sem ríkið með sem til aðstoða við útboð, eða hvort við ætlum bara að gera þetta sjálf. Við höfum lent í vandræðum með það þegar við komum upp kærumál og annað. Þannig að ég hvet til að það verði rætt með hvað hætti þetta verður. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir fundargerð fræðslunefndar? Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, varðandi útboð á skólabílaakstri þá munum við fá Ríkiskaup með okkur í lið í því til þess að passa að öll formskilja séu í lagi og meðal annars áætlaður fundur á morgun til þess að fara yfir svona ákveðin skref þar. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Magnús Smári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Aðeins að bregðast í þessu að því þá komu þetta spurninga varðandi útboð. Það er búið að svara þessu með Ríkiskaup sem kom að þessu. Það eitt af því sem svona þarf að rýna öryggiskröfur og skilyrði fyrir í útboðinu, hvernig bílarnir eiga að vera útbúnir og svo framvegis. Þannig að þetta bara ágætis ábending varðandi það. Kannski bara beðast afsökunar á því hversu léleg bókun fræðslunefndar í þessu vegna þess að þetta í rauninni þannig að byggðarráð fjallar málið, tekur ákvörðun að fara í útboð og í fræðslunefnd þetta í rauninni kynnt. Þó að fræðslunefnd hafi mikið þetta að segja og hafa alltaf verið mjög mikið í þessu, það í rauninni
sviðsstjóri fjölskyldusvið sem leiðir þessa vinnu ásamt fleirum, þannig að það hefði þurft að liggja fyrir þarna svona kannski skýrari hvað en ég veit að þetta í vinnslu og við munum fá þetta náttúrulega aftur af því það ekki farið af stað, það ekki komin lýsing og þá kemur náttúrulega þetta einmitt tímabilið og svo framvegis sem við höfum verið með þetta þannig að við höfum það verið hægt að framlengja 1 til 2 ár eftir 4 ára tímabilið. Reikna með að við höldum því áfram. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir fundargerð fræðslunefndar? Svo virðist ekki vera, telst hún þá framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 27. Þar að ræða fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 123 og ætlar Silja Eyrún formaður nefndarinnar að fylgja nú hlaði. Gjör svo vel, Silja. Forseti og aðri fundarmenn, fundur velferðarnefndar nr. 123 var haldinn þann 1. febrúar síðastliðinn og þetta fundargerð í 10 liðum og þar af fyrsti liður sem trúnaðarbókin eins og alltaf og síðan fórum við yfir forvarnastefnuna sem við ræddum áðan og ákváðum að vísa til ungmennaráðs sem bara mjög gott. Steinunn Fjóla Benediktsdóttir kom inn á fundinn og kynnti hana fyrir okkur en hún hefur verið að endurskoða hana fyrir okkur. Við fórum svo yfir stöðuna á Öldunni og húsnæðismálum þar en dósamátttakan fær að vera áfram á Borgarbraut 55 út febrúar og vonandi getur hún þá flutt í sitt nýja húsnæði upp á Sólbakka fyrir þann tíma. Við fórum líka aðeins yfir félagslegt leiguhúsnæði, breytingu á leiguverði og var ákveðið að fresta afgreiðslu þess máls fram á næsta fundi og fara aðeins betur yfir það. Við fórum einnig yfir reglur stuðnings- og stoðþjónustu og fleiri reglur þjónustu við fatlað fólk og var það einmitt líka afgreiðslu málsins frestað. Í 7. liður fjallaði breytingar á barnaverndarlögum eins og Þórdís kom inn á í skýrslu sveitarstjóra að þá verið að breyta uppbyggingu barnaverndarstarfs í sveitarfélögum sem tekur gildi 28. maí og sveitarfélagið þarf að sameinast barnaverndarráð og mögulega barnaverndarþjónustu með öðru sveitarfélögum þar sem 6.000 manns þurfa að vera á bak við hvert barnaverndarráð og nefndin bara að hvetja til þess að farið verið tímalega í þessa viðræður og við önnur sveitarfélög hvernig framtíðarskipan ætti að vera. 7. liður mál sem hefur komið ansi oft inn á fund hjá okkur líka sem öryggisþjónusta Borgarbraut 65A og í Ánahlíð og þá var verið að kynna tillögur að breytingum öryggisþjónustu þar. Þá erum við að tala öryggissnappana sem fólk með heima hjá sér og nefndin lýsir í raun og veru bara ánægð með breytingarna sem þarna hafa verið. Fólk getur og á eftir að kynna þetta líka fyrir íbúum betur og þá snýr þetta bara að þessum þjónustuhnöppum ef eitthvað kemur fyrir. 8. liður voru starfsmannamál í félagsþjónustu og barnavernd og þar sem farið að vera í stöðuna. Eins og fólk sá örugglega séð upp á síðkastið þá hefur verið auglýst eftir félagsráðgjafa og hvetjum við endilega þeir sem að geta sótt það. 9. liður var bara staðan á COVID-19 og aðgerðir félagsþjónustu en síðasta bylgja hefur ekki haft nein teljandi áhrif á starfsemi félagsþjónustunar nýja barnaverndar. Þau þurftu aðeins að endurskipulagja starfsemina inn í hæfingarhluta öldunar en ekki þurftu að skera þjónustuna okkur leyti. 10. liður var sérstakur húsnæðisstuðningur greinin sem vorum að breyta áðan. 9. greinin og var verið að breyta fyrirgreiðslutryggingu úr 2 mánuðum í 3 mánuði sem orðið bara mikið algengara í dag og þá getur starfsfólki afgreitt þetta svona. En það var ekki fleira gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Orðið laust fundargerð velferðarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá erum við komin að lið 28 á fundardagskrá. Það fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi þeirra nefndar nr. 34 og ætla Guðmundur Freyr formaður nefndarinnar að fara við fundargerðina. Gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu fundamenn. 34. fundur skipulags- og byggingarnefndar fór fram á Digranesgötu þann 4. febrúar síðastliðinn. Það voru 14 liðir á dagskrá og heilt yfir einkenndi mál, var svona einkenndi fyrir mál fundarins að það eru tillögur sem er að fara í auglýsingu. Það eru fá mál sem sitja eftir sem hafa ekki verið tekið hérna fyrir, en á meðal þeirra mála þó er vinnslutillaga breyttu deiliskipulagi á atvinnusvæðinu Vallarási, en það mál sem við svo sem kannski talaðum áður og var svolítið rætt á hérna vinnufundi sveitarstjórnar, en það markmið breyting á því deiliskipulagi að auka fjölbreytni iðnaðarlóða eða framboð iðnaðarlóða í sveitarfélaginu. Og hérna tillagan sýnir já, frekar litla lóðir og upp í mjög stóra lóðir og hérna og vestan við Vallarás þá bætast við stuttir botlangar þar sem hægt að fjölga lóðum enn frekar. Og það þá hægt að ráðast í þessa botlanga bara eftir þörfum og eftir eftirspurn. Svo annað hérna fyrir fundin kom fram fyrirspurn matsskyldu vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Andakílsárvirkjun og að ræða endurbætur á stíflumannvirkjum og hreinsun sets í inntakslóni virkjunarinnar. Þetta stórt og flókið mál og óskaði nefndin eftir að fresti til þess að skila inn umsögn þar sem við teljum mikilvægt að afla frekari gagna og rýna betur málið. Nú liður 12 fjallar beiðni breytta landnotkun í landi Eskihaldsskógar og fyrir fundinum lá uppdráttur sem sýnir íbúabyggð og frístundabyggð og að mati nefndarinnar samræmist íbúabyggð innan frístundabyggðar ekki núgildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins. Þannig að það nefndin hafnar í raun þessari beiðni. Og svo að lokum fjallaði nefndin fjölda funda hjá skipulags- og byggingarnefnd. Fjöldi mála hefur verið mikill hjá nefndinni og telur nefndin skilvirkara ef nefndinni gæfist tækifæri til þess að fjölga fundum einn í mánuð, þeir eru þá 2, til reynslu. Og nefndamenn fá þannig betra svigrúm til þess að kynna sér gögn og hérna. En til að breytingi geti gengið eftir þarf byggðarráð að fjalla málið og hérna, það sem breytingi kallar á auka kostnað en nefndin í rauninni vísar þessu til byggðarráðs til umfjöllunar þar. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Davíð hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Ég að reyna að leita númerin á liðnum sem ég ætla að taka aðeins til máls undir lið númer 11. Ég ætla bara að brýna það fyrir nefndinni sem að mér sýnist að hún vera að gera. Hafa belti og axlabönd til að koma í veg fyrir annað. Það gerist ekki annað en slys eins og varð þarna fyrir nokkrum árum þegar hleypt var úr lóninu. Fleira var það ekki. Takk fyrir þetta, Davíð. Orðið laust. Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst því sú fundargerð framlögð. Liður númer 29 dettur út. Hann raunverulega kemur 2 svar inn á innsláttarvilla í dagskráni. Þannig að við vindum okkur yfir í dagskrálið 30. Það fundargerðir ungmennaráðs. Liður númer 22.02.014 en þar eru lagðar fram 2 fundargerðir ungmennaráðs
og orðið laust þessar fundargerðir. Magnús Smári hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Til máls undir 30. leið á þessum fundi sem eru fundargerðir ungmennaráðs. Fyrst af öllu fagna því alveg óskaplega að ráðið sé komið saman og farið að funda. Mikið efnilegu ungu fólki sem tilbúið til þess að gefa sig að þessum málum sem algjörlega frábært. Það líka gott að sjá að þetta svona, nú erum við að fara að beina málum til þeirra og þurfum að hafa þetta mjög skýrt í okkar svona vinnulagi að muna eftir þessu eins og við gerðum í dag. Þetta eru 2 fundargerðir þarna. Önnur sem sagt fjallar svona það eru 2 mál, það þessi loftslagsstefna sem við erum með til umræðu ansi víða núna og frábært að fá ungmennin að borðinu til þess að rýna það með okkur. Þarna komu þau með ábendingar og spurningar sem við höfum svo sem fengið áður og alveg að svara varðandi það hvort ekki sé hægt að hafa þess að þurfa að kemur á umhverfismálum, moltu, frekar heldur en að þurfa að vera með bara brúnutunnuna. Þau eru jákvæð, sem sagt, gagnvart þessari stefnu sem líka gott. Við vitum að þetta brennur á ungu fólki. Það veltum spurningum varðandi hvernig auglýsingar og upplýsingaflæði séu loftslagsmálin í borgarbyggð að það bara góður punktur og við eigum auðvitað að vekja athygli á þessu ennþá frekar ef við séum að setja okkur stefnu og hvernig við ætlum að gera þetta. Það talað fyrir því að fá tómstundastrætó í þessu samhengi og ekki með einkabílana með tilrænandi útblæstri. Þannig að ýmislegt í þessu sem jákvætt og svo eru til umfjöllunar skólaskýlin og þá varum við að kynna þeim fyrir þeim þessa ákvörðun byggðarráðs varðandi endurnýjun á skýlunum og þá kemur upp hugmynda á þessum fyrri fundi sem til dagskrá að hvort það eigi ekki að færa taka skýli sem á húsasmiðinu og færa það við Hrafnaklett þar sem að þetta húsasmiðjuskýli svokallaða lítið notað og það rauninni tekin ákvörðun á þessum fundi að þau fari og skoði á vettvang, fari vettvangsskoðun og haldi annan fund málið, algjörlega til fyrirmyndar og það kemur í hinni fundargerðinni svona niðurstaða þess fundar en á þessum fundi hér sem ég með til umfjöllunar einnig fræðsla barnvænt samfélag og þau myndband sem við þekkjum, við erum búin að skoða öll, þau voru kvött og þurftu að klára það og svo þriðji liður hlutverkaskipan ungmennaráðs en þar formaður Vilhjálmur Ingi Ríkharðsson og aðraformaður Jóhann Hafdísarsson, upplýsingafulltrúi Ásdís Lind Vigfúsdóttir, ritarar eru Hrafnhildur Orradóttir og Marta Lukka Magnúsdóttir. Þannig að ég bara sérstaklega ánægður með að fá þessar fundargerðir ungmennaráðs hér til umfjöllunar en á þessum örfundi sem var svo haldinn sérstaklega öryggismálin í biðskýlum sem fjallar þessi 9 skýli að þá eru þau búin að fara á vettvang og senda svona frá sér 2 mögulega leiðir. Þau segja að það sé lítil notkun á skýlinu sem við veginn upp á húsasmiðju að leggja til að það sé tekið og fært í Hrafnaklettin og setja hinn 2 í Dílahæð og Sandvík. Þannig að þarna komin þessi skýrar í raun heldur kom frá ráðstöðunefnd þessi tillaga ungmennaráðs og ef það gengur ekki að færa skýlið á milli þá myndu þau vilja sá 1 sett niður í Hrafnaklett og hitt í Sandvíkina og svo verður sett nýtt skýl í Dílahæðina á næsta ári. En þetta bara eins og ég segi frábært að fá þessar umsagnir, þessar fundargerðir og að ungmennaráð sé komið til starfa. Takk fyrir þetta, Maggi. Guðveig Lind við beðum orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég bara tek undir það, ánægilegt að sjá ungmennaráð
fundargerð og mér langaði bara að leggja til að sko við gerum það sem var gert hérna 2019 þar sem að sveitarstjórn bauð ungmennaráði inn á fund sveitarstjórnar sem gestum og það var mjög góður fundur sem við áttum hann 2019 og þá hafðu fulltrúar í ungmennaráði tækifæri til þess að koma á framfæri sínum sjónarmiðum varðandi ýmsa þætti sem snert á fólk. Þannig að bara endilega við gerum það sem fyrst. Það eru nú ekki margir sveitarstjórnarfundir eftir að þessu kjörtímabili þannig að vonandi getum við reynt að bregðast kannski hratt við því. Takk. Takk fyrir þetta Guðveig. Ég tek bara heilsugur undir bæði hjá Magga og Guðveigu og væri mjög gaman að geta boðið þeim núna áður en að þessi sveitarstjórn lætur af störfum en það hefur náttúrulega verið kannski ekki mikið af gestum inn og fundum sveitarstjórnar svona meðan að COVID var í gangi en það væri bara mjög gaman að geta komið á núna fyrir vorið. En orðið er laust fundargerð ungmennaráðs. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og teljast því fundargerðirnar framlagðar. Mér langar aðeins að vekja athygli svona í lok fundar á vinnu ferðafélags Borgarfjarðarhéraðs en þeir hafa staðið fyrir svona þorragönguviku núna síðustu daga og það hafa verið göngur víða í sveitarfélaginu meðal annars í Reykholtsskógi og Hvanneyjahringurinn í kvöld og Hvanneyjahringur í Reykholtsskógi og Hvanneyjahringinn og svo verður sérst í kvöld mjög áhugaverð ganga, vasaljósaganga í Engunum og ég vil bara svona hvetja íbúa til að taka þátt og fara inn á Facebook síðu félagsins og fylgjast með hvar göngurnar verða og það má sjá dagskrá ferðafélagsins þar inni en þá er dagskrá fundar tæmd og forseti þakkar starfsmönnum fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarfulltrúum fyrir fundarsetuna og góðar og málefnalegar umræður og segir þessum fundi slitið klukkan 18:24.